Já, velkomin á nýja þátt á Samstöðinni. Vinnuskúrinn heitir þessi þáttur og hann verður hérna á laugardagsmorgnum. Þetta svona í grunninn þáttur eins og vikulókin. Við ætlum bara að ræða fréttir vikunnar, en það sem öðruvísi hér að hingað koma bara fólk sem er úr verkalýðshreyfingunni eða öðrum almannasamtökum, fólk sem er að starfa fyrir almannasamtök lýðræðisvettvanginn. Þetta ekki svona vettvangur fyrir hinna svokölluðu frjálslyndu miðju og svona, hvað það segja, hagsmunaaðila fjármagns- og fyrirtækjaeigenda. Ég var eins og með svona þátt á allt annarri stöð og það var alveg magna hvað þetta breytir miklu. Að ef maður skiptir út viðmælandunum, að þá verður allt öðruvísi rætt fréttir vikunar heldur en að við erum vön. Og það verður alveg magnað og gaman að fylgjast með. En áður en að við förum að ræða fréttir vikunar þá hef ég alltaf biðja alltaf einn þáttakandana að koma aðeins á undan svo við getum aðeins kynstunum betur. Þannig að áður en að Hjördís Sigþórsdóttir, formaður AFLs á Austurlandi, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR og Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðarsambandsins, og Kristján og Ragnar eru varaforsetar ASÍ, að þá hingað komin Þórarinn Eyfjörð sem er tiltölulega nýkjörinn formaður Samekis og mér langar að bara kynnast honum og Sameki, líka hópnum sem að hann er að vinna fyrir, opinberir starfsmenn, hverjir eru svona þeirra kröfur, hvernig hann sér komandi kjarasamninga og hverja stefnur Sameki er með í húsnæðismálum, einkavæðingu og opinbers rekstrar og þar fram til göttunum. En ég vona að Þórarinn sé hérna einhvers staðar. Þórarinn, blessaður? Já, sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Herðu, ef við ekki bara að byrja eins og hérna, hver er Þórarinn Eyfjörð? Það er klassísk fyrsta spurning. Já, kannski klassískt svar myndi vera að byrja á því að segja að ég er fæddur 1960 og fæddur á uppalinn í Keflavík, þeim ágæta bæ, Reykjanesbæ eins og hann heitir víst núna, og sem sagt fór þar eða var alla mína skólagöngu þar og í Fjölbrautaskólanum sem þá var sem sagt fyrsti fjölbrautaskóli á Íslandi sem var stofnaður. En ég gekk bara þessa klassísku menntaleið í mínum heimabæ þar, það er að segja bara í gegnum grunnskólan eða barnaskóla Keflavíkur eins og ég hét þá, og yfir í gagnfræðaskólann og tók síðan landspróf frá gagnfræðaskólanum þar, en ég var sem síðasti árgangurinn sem hafði aðgang að landsprófi. Ég var í þeim árgangi. Og það skemmtilega var að gerast þessum tíma, sem var mikil svona umbrota tími líka í menntunar málum, sko yfirleitt, var að þetta var stoppsettur á grunni gamla iðnskólans á Suðurnesjum. Það var stofnaður þetta fyrsti fjölbrautaskóli Suðurnesja. Og sem þaðan útskrifast ég sem stúdent 1980. Svona á þessum tíma gaman að tengja svolítið saman að ég elst upp í samfélagi sem er sko dálítið keimlíkt því sem núna við erum að horfa á sundarskvöldum. Það er að segja verbúðin. Að Suðurnesja bæirnir voru þessum tíma dálítið svona hráir iðnaðar og svona iðnaðar manna, iðnaðar fólks samfélag, fiskvinnsla og sjávarútvegur og herinn var hann ennþá? Hvað segirðu? Herinn var hann ennþá Jú, ég er nú ekki komin herinn og kvótinn og bæði farið. Já, ég er nú ekki komin að hernum. En þetta voru mjög öflug sjávarútvegspláss og mikil svona sjávarútvegsmenning þarna og til dæmis að ég byrjaði mjög ungur til sjós þar og var á sjó sko öll mín unglingsár í sumarfríum og jólafríum og páskafríum og svona þegar ég var orðinn 17, 18, 19 ára þá var ég líka alltaf á lausaróðrum að því maður svona aðal dagskipinu var svo að þéna peninga. Það var það sem að vinna fyrir sér, sem var svona hugtak sem var oft notað þarna. Og síðan var blessaður herinn. Og það er rétt að þeirra bæði sjávarútvegurinn og herinn sjávarútvegurinn mjög laskaður að vera sunnan og herinn náttúrulega farinn fyrir utan það að hann er með þessa viðkomu sem hann hefur í gegnum þetta varnarsamstarf sem við þó erum enn í. Það blessaði NATO.
En herinn hafði mikil áhrif og var mjög sko sýnilegur og það samfélag hermanna var mjög sýnilegt þegar ég var að alast þarna upp. Það var ekki fyrir kringum 1970 ára settu lög það að hermenn yrðu að búa sko innan hérna gerðingar, en fram að þeim tíma þá sko voru nágrannar okkar bara niður í bæjarfélaginu, voru semst hermenn af flugvellinum og við lékum okkur við þessa börni þeirra og þetta var bara eitt samfélag. En það breyttist allt eftir að herinn fór upp yfir með hérna öllum þeim áhrifum sem hann hafði á hérna samfélagið á Suðurnesjum, sem að við þekkjum síðan að þegar að hérna hann fer, hvað verður sem sett atvinnustigið og fleira á samt tíð náttúrulega sjávarútvegurinn fór. En svona til að gera langa sögu stutta þá kláraði ég hérna stúdentsprófið 1980 og var svona aðeins óviss hvað mig langaði til að gera. Ég hafði verið mjög mikið í félagslífi og félagsmálum alla mína skólagöngu og hérna virkað þátt í leiklistastarfi á Suðurnesjum, svona í áhuga leikfélögunum. Og ég var ekki viss hvort mig langaði til að vera annars vegar afbrotafræðingur eða hérna að snúa mér að leiklistinni. Þannig ég fór inn á unglingaheimili ríkisins eftir ég kláraði menntaskólann og vann þar í hérna 2 ár eða 1,5 ár samfellt. Og svona, þetta var svona umþóttunartími hvað mig langaði til að læra. Það sem gerðist þar hins vegar á hérna unglingaheimilinu, sem ég hafði bara mjög mikla ánægju, get ég sagt, og þroskaði mikið að vinna þar með mjög góðu fólki. Að þá byrjaði ég að fara þar með hérna ungmenni sem voru þar í vistun og fór að fara með þau á fjöll sem hafði síðan hérna svolítið afdrifaríkar afleiðingar fyrir bara mig, bæði sem manneskju og störf mín. En þarna var ég semst í 1,5 ár og sótti svo síðan í leiklistarskólanum hérna íslenska og komst reyndar ekki inn þá í fyrstu tilraun, en fór þá upp í háskóla sem var mikið gæfuspor og hérna mikið lukka að hafa verið felldur hérna í inntökuprófinu, að því það kynntist ég konu minni, Kristínu Jónsdóttur, og hérna saman eigum við 2 börn og vorum að hérna upplifa það í fyrsta sinn að eignast okkar fyrsta barnabarn núna í október og mikil hamingja í kringum það allt saman og mikil gleði og mikil og góð reynsla. En síðan sótti ég aftur með leiklistarskólanum og hérna gekk í gegnum hann og útskrifaðist það 1987 og en þessi ár sem liðu þarna á milli þess að ég kláraði skólann og var að vinna á unglingaheimilinu, þá þróaðist verkefni, þetta svona hálendisverkefni sem ég byrjaði á upp úr 1980 með þeim hætti að ég hitti svona, eða okkur var stefnt saman, ég bæði tilveran og áhrifavaldar þess tíma í þessum geira. Það var okkur stefnt saman mér og hérna Birni Vilhjálmssyni og Maggi Magnúsdóttur. Við höfum öll komið að starfi í kringum unglingamál og unglingaheimili ríkisins á mismunandi tímum þó. Og við byrjuðum á verkefni þar sem þróast í það að vera hálendishópurinn svokallaður. Það er að segja meðferðarúrræði fyrir ungmenni í vanda og í þessum verkefnum það er að segja erfiðum fjallaferðum með ungmenni, þar sem var verið að reyna að vinna með þeim úr þeirri stöðu sem þau voru í og bæði í samfélagi og innan fjölskyldna sinna. Að það var svona meðferðarúrræði sem var mjög öflugt og þetta var eiginlega 20-25 ára tímabil í heildina. Það er að vísu búið að leggja þennan hóp af núna sem aldrei skyldi verið hafa, en það var annað mál. En þarna hérna á þessum árum öllum sem ég var að vinna líka í leiklistinni sem var þetta tímabil 87 til 92, nei 2002, já, að þá var ég alltaf með ungmenni á fjöllum á sumrin í mjög svona erfiðum bakpokaferðum. Við prófum ýmsa staði á landinu en hérna enduðum síðan á Hornströndum þar sem við fórum allmargar ferðir, ég held að við farið samtals 17 ferðir þar. Og þetta voru erfiðar ferðir sem sagt í 2 vikur þar sem ungmenni voru með allt á bakinu og það var bara ein leið, það er að segja heim, þar sem að hérna bílunum sleppti og þá var það 140-160 km sem við gengum til að ná á rútunni heim sem var Fagranesið báturinn. Og á þessu tímabili þá hérna reyndi verulega á alla og allir þurftu saman að komast í gegnum þetta lifandi. Alveg bussi frá veðri eða líðan eða hvað það nú var. Að það varð að finna svona lausn á öllum.
Nú, þessi hafa hætti... verið búin til þættir þetta heita Survival, eða ekki? Já, nei, það nefnilega svolítið annað. En það hafa verið gerðar á þetta að minnstakosti 3 rannsóknir á háskólastigi á starfi þessa hóps, þar sé hálendishópsins, og mikið verið skrifað hann, af því að þetta í rauninni var einstakt verkefni. Af því það var engin leið út, það var engin bækistöð, það voru engir vegir, það voru engin samskipti og á þessum árum var mjög lítil ferðamennska á Hornströndum, þannig að við hittum mjög fáa á svæðinu, svo að segja. Og þetta verkefni að komast í gegnum erfitt landslag, kannski byljandi rigningu og kulda og vosbúð og með allt sitt á bakinu í þetta langan tíma, í svona langri göngu, dálítið meira en að segja það. Og þessi ungmenni, ég held ég megi fullyrða að langsamlega flest fengu mikið út úr þessari ferð, hvernig svo sem að það nýttist þeim síðan á lífsleiðinni. En ég hef eins og Má ég spyrja þig, hvað finnst þú út úr þessu? Ég held að í svona ferðalögum, það sem að svona mikil tilfinningaleg vinna og miklir erfiðleikar sem einn á samvinnu, að þá fer maður inn í þá þvottavél sjálfur. Svona vinnu ekki hægt að vinna nema að mann gefi allt sitt í það og það óhjákvæmilegt að það hafi áhrif á mann. Og bæði held ég að hafi þroskast gríðarlega í þessu starfi með þessum ungmennum og lært mikið og líka einhvern veginn að því alla ferðir voru endurmat á tilverunni. Og þetta ekki hægt að gera nema maður fari sjálfur í endurmat á sinni tilveru. Þess að hún alltaf sá viðmiðun á póstur sem maður horfir til þegar maður að reyna að gefa öðrum einhver góð ráð eða svona sekundæri reynslu eða svona annars stigs reynslu að segja frá sinni og reyna að miðla, og þá verður maður líka að þroskast með. Öðru séð það bara ekki hægt. Nema hvað, að síðan að þegar þessu svona ferli lauk, að þá fór ég að vinna á vettvangi BSRB fyrir SFR og önnur stéttarfélög á þeim tíma sem voru að stofna fræðslusetur, sem heitir í dag Fræðslusetri starfsmenn. Og síðastliðið haust var akkúrat 20 ár frá því að það fræðslusetur var stofnað, og ég byrjaði einn í starfi þar sem framkvæmdastjóri og var einn í því held ég 2-3 ár. Og með alls konar ráðgjafa sem ég fékk til mín og svona framkvæmdara aðallega í menntunarmálum, og starfsmenn núna, leyfi ég mér að segja, eitt öflugasta endur- og símenntunar kerfi sem við eigum, eða sem opinber starfsmenn eiga, félagsmenn okkar, auk þess sem við eigum líka framvegis sem endur- og símenntunarmiðstöð. Af því að í þessum BSRB heimi þá hefur alltaf lagt mikið upp úr því að eiga öflugt menntakerfi fyrir okkar félagsmenn. Nema hvað, að ég var þar framkvæmdastjóri til 2006. Þá var ég framkvæmdastjóri SFR gamla, og svona þetta ferli hefur leitt til þess að þegar að samhengi var til við samruna SFR og starfsmannafélags Reykjavíkur, að þá velti ég því fyrir mig hvort að ég ætti að gefa kostum í að leiða sameinað félag samhengi þegar að koma því að kjósa nýjan formann sem var í mars á síðasta ári, og ég ákvað með mínu nánustu að gera það, að gefa kostum og gerði það, og var kjörinn þá í mars á síðasta ári 2020. Þetta svona stiklað á stóru, en margar hliðarsögur á þessu ferli, væri hægt að segja. Já. Þetta var mjög greinagóð ævisaga í Vasabróti. En þú ert framkvæmdastjóri og ert kosinn formaður, og það ekkert svo óalgengt í verkalýðshreyfingunni að framkvæmdastjórinn tekur við, að það fólkið á skrifstofunni sem að svona, hvað við að segja, innan gæsalappa á félagið. Finnst þér það, kannastu við svona að sé, ég ætla ekki að fara að nefna kannski Eflingu, en það svona átök á milli kjörinna fulltrúa og félagsins og svo skrifstofunar sem náttúrulega gríðarleg svona valdablokk inn í félagunum. Félagarnir og kannski svo stjórnin kannski fólk væri einhverja málamyndaþóknun til þess að sitja í stjórninni, en það svona til að veikt, en svo með massífa
massív afl á skrifstofunni. Er þetta vandamál í hreyfingunni eða er þetta bara eðlilega þróun að hreyfingin og félögin svona stofnanavæðist og skrifstofan raunverulega sé bara það sterkasta í félögunum og geti af sér formennina? Ég held að hérna, sko, hvað að segja, þessi leið, það sem til þess að gerist í mínu tilviki, að þetta ekkit, þú veist, endilega rétta leiðin, bara alls ekki. Og ég held að allavega það sem ég hef séð að þá svona kúltúrin eða menningin innan stéttarfélaga, hún nokkuð ólík. Og félögin í grunninn svolítið ólík á milli almenna og opinbera markaðarins og það virðist vera svona meiri, hvað ég að segja, það ekki eins mikil átaka-menning innan opinbera geirans. En hvað varðar hvort að framkvæmdastjórar eiga að taka við sem formenn síðan, það ekkit rétta leiðin og eina leiðin eða slíkt. Það bara ein leið af mörgum. Sko, til þess að vernda lýðræðið það á að vera kjör formenn. Það bara mín skoðun. Og það á ekki vera þannig, sko, sú staða á ekki vera eign neins. En svo spurning bara hvernig félögin byggð upp. Ef við tökum samhengi sem dæmi, að þá erum við með hrygglengjan í starfinu trúnaðarmannaráð félagsins og þetta var alveg sama fyrirkomulag í gömlu félögunum SDR, VAF og SFR. Að það að segja, núna erum við með 320 trúnaðarmenn. Með þessum hópi þá fundum við að jafnaði yfir vetrartímann, þá fundum við einu sinni í mánuði. Annarkvort með öllu trúnaðarmannaráðinu eða í fulltrúaráði sem 120 manns úr þessu ráði. Á þessum vettvangi þá fjallað öll mál félagsins og allar svona meiri háttar ákvarðanir teknar þar. Auðvitað stjórn félagsins, hún mjög virk og það hérna miklar umræður og hérna það tekist á hugmyndir og stefnur þar. En fyrir utan, sko, þessi tvö batterí að þá erum við með líka þó nokkuð mörg fagfélög eða faghópa eða svona starfsgreinahópa innan félagsins sem við reynum að rækta mjög vel. Þannig að þau séu hérna inni líka í starfinu, þar að segja í þessu, við segja, daglega starfi félagsins og þar koma þau með sínar kröfur, hugmyndir, væntingar og áherslur. Þannig að félagið sjálft mjög opið, en það alveg rétt að skrifstofan, starfsmenn í svona félögum, þeir verða svolítið, fagfólk, hópurinn verður svona faghópur í rekstri kjaramála, í rekstri félagsins og í rekstri allar þjónustu sem þarf að veita hérna félagsmönnum. Og við leggjum, bara svo ég tali fyrir samhengi, við leggjum höfuð áherslu á að vera í sem bestum tengslum við félagsmenn. Við hvetjum þá mjög til þess að vera í sambandi, við reynum að rækta hópana okkar og eins og ég segja, trúnaðarmannakerfið og allt þetta félagskerfi okkur bara mjög mikilvægt. Ég get ekki séð hvernig við gætum í rauninni sinnt starf okkar ef þetta væri ekki þessi beina tenging við félagsmenn inni á hérna stofnunum. Þess að við fáum líka allar upplýsingar það sem að gerast úti sem sagt á vinnustöðunum í gegnum þetta kerfi okkar. Fyrir utan allar þær heimsóknir og erindi sem við fáum að vinna á hverjum tíma. En það rétt, starfsmannahópurinn verður svona faghópur. Hann á svona eðlilega að hafa bestu þekkingu og bestu getu til að leysa úr málum á hverjum tíma. Já, þetta svolítið svoleiðis, en hvort að þetta sé rétt Þú kannast við það svolítið í sögunni að svona félög getur enda með því að almenni félagsmenn hafa raunverulega enga aðkoma félagin heldur með að mæta á fundi og klappa fyrir fórustunni. Að það almenni félagar koma svolítið að orðnum hlut í félögum sem svona eiginlega dáin. Þannig að maður spyrja þig, ert þú í vinnu hjá trúnaðarráðinu og ert að sinna því sem að það vill fá fram eða ert þú leiðtogi samhengis til þess að hafa fórust það hver stefna félagsins á að vera og selur þær hugmyndir inn í trúnaðarráðið sem að veiti þessu samþykki til að halda áfram? Þetta eiginlega samblanda hvoru tveggja. Sko ég hef alla tíð verið svona aðal krafturinn í hérna, hvað að segja, í því hlutverkið sem maður hefur gegnt hverju sinni, að það hugmyndavinna. Og það ekki til nein einasta hugmynd sem ekki má bæta. Og það hefur alltaf verið mitt mottó.
Það að segja við leggjum hvaða sem hugmyndirnar koma. Þær koma frá trúnaðarráði, þær koma frá stjórn, þær koma frá einstökum félögum sem að hafa bara mjög greiðan og opinn aðgang að mér og öllum starfsmenni og við fáum náttúrulega fyrir utan þetta COVID-tímabili maður svona aðeins tekur það til hliðar að þá mikið renniri og alltaf mikið renniri af félagsmenni með alls konar erindi. Við förum og hittum félagsmenn út á vettvangi þegar við erum að setja upp kröfugerðirnar, við förum í greiningavinnu með þeim. Það eru þau sem hóparnir sem setja okkur fyrir verkefnin sem þau vilja sjá unnin og svo framvegis. Og að sjálfsögðu að þá komum við með hugmyndir bæði sem við fáum heima bara út af verkefni sem við erum að vinna. Við fáum hugmyndir frá öðrum félögum eða hugmyndir frá stjórnvöldum eða erlendu samstarfi. Það er mega og eiga að koma allstaðar að. Vegna þess að ef að starfið, innra starfið, starf á skrifstofunni, ef það trénar, að þá er félagið dáið. Og í þessu samhengi að þá, ég held að verið kringum 1990 og þá var gerð bylting í gamla SFR-félaginu. Þá hafði verið formaður sem hafði setið held í 25 eða 30 ár og komað einhverjum síðan aðalfundi og þá voru einhverju aðilar búin að fá nóg og svo framvegis. Og ég man eftir því að hafa komið inn í stéttarfélagi einhvern tíma þegar ég var yngri maður og ég kom inn með einhverja erinda því ég var í vandræðum og vildi fá einhverja aðstoð og ég gekk út af skrifstofunni eftir 20 mínútur og eftir 10 mínútur bið þá hitti ég formanni 10 mínútur og ég fór út sót rauður af bara reiði og niðurlægingu. Þessa sögu þekki ég líka, en þetta ekki hjá okkur. Ég get alveg fullyrt það. En ég þekki svona, og mörg dæmi. Má ég spyrja hvernig ykkur gengur að virkja almenna félagsmenn til þátttöku í félaginu? Já, ég held að vera að segja okkur gangi ágætlega. Fyrir COVID þá höfðum við aðra reglu á hverju einasta ári að fara fundarherferð allt land, af því að samhengi á félagsmenn allt land. Þá tryggðum við þátttöku í þeim fundum vegna þess að það er erfiðar að fá fólk bara í gegnum auglýsingar einhverja félagsfundi. Þannig að við heyrðum í félagsmönnum okkar á hverju svæði og tryggðum það yrði góð aðsókn á fundi, tókum bara lofur að fólki að myndi mæta. Og síðan að þá sögðum við, fjölluðum við eitthvað það hvað verið efst á baugi innan félagsins og síðan leituðum eftir því hvað væri aðalatriðin sem fólk sæja við þurfum að vinna og snerti við komum til landsvæði eða snerti bara heildina og kjarasamninga og svo framvegis. Þetta gerðum við alltaf og munum gera þegar við komumst út úr þessu ástandi að segja staðbundið, að ferðast og hitta félagsmenn all land og svo heldum við alltaf einhverja 20 funda í Reykjavík með nákvæmlega sama hætti að tryggja þátttöku félagsmanna með því að hafa samband við þá og taka af loforð að koma á fundin. Við höfum verið að nýta núna í COVID-inu fjarfundatæknina að hitta okkar félagsmenn og það hefur gengið bara vonum framar, það hefur verið góð þáttaka í því og við viljum samtali vegna þess að ef við höfum ekki samtali við félagsmenn og leiðsögnina frá þeim og heyra þeirra skoðanir að þá er þetta bara líflaust apparat, við erum ekki þar. Alls ekki. Hörðu, en komum þá samhengi, það er nýtt félag, það var til úr sameiningu starfsmannafélags ríkisins, SFR og starfsmannafélags Reykjavíkurborgar sem man ekki alveg hvað hét þarna í endan, en áður voru þetta sikkot félag. STF var að kalla? Já, annars var það þeir sem unnuðu hjá ríkinu, voru í SFR og svo voru starfsmanna eða stéttarfélög starfsmanna ýmissa sveitarfélaga og einhverju sameining hafði átt sér stað þarna. Saman eru þeir sem eru í þessu sameinaða félagi, ég held að þetta sé meira en helmingurinn af þeim sem eru í BSRB og það mæ alveg spá fyrir því ef það eru einhverju stéttarfélög starfsmanna sveitarfélaga eftir fyrir utan, þá má reikna með að þau endi inn í hjá ykkur. Er ekki það hvað þeir eru stór innan BSRB, því að BSRB hefur svo sem minnkað undanfarnum áratugum. Einu sinni voru kennararnir að inni og þetta voru miklu breiðari samtök en þau hafa minnkað. En þið eru svona stór þarna inni, Ragnar Þór Ingólfsson kemur inn á eftir til að ræða frétti vikurnar með okkur. Hann er í VFR sem að smátt og smátt hefur bara étið upp landssamband verslunarmanna. Ég held að síðast ég tekkaði að það verið bara 1,2% félagsmanna í landssambandinu sem ekki voru í VFR. Er þetta ekki ákveðið svona hætta á að allt í einu verði þið svo stór að BSRB verði svona
ég missi eiginlega slagkraftin, það að taka þátt í einhverju starfi með BSRB eins og að bara að sitja aftur í hjá Samhengi. Sko, þegar þú setur þetta svona upp að þá getur maður sagt, jú, auðvitað gæti verið hætta á þessu, en það skiptir maður bara, þú veist, hvernig menn leggja spilið upp. Það er að segja, BSRB, það er rétt, Samhengi er 12.000 manna félag og þetta er helmingurinn af BSRB. Hin félögin, þessi bæjarstarfsmannafélögin og fagfélögin sem þar inni, og þá er talað fagfélögin, það er eins og lögreglumenn og slökkvilis- og sjúkraflutningamenn og þau félög, tollarar, sem eru fagfélögin. Samspil Samhenkis við önnur félög og við BSRB er dálítið skýrt. Við erum auðvitað stærsta félagið og erum stærsta félagið sem semur við ríkið og við erum langstærsta félagið sem semur við Reykjavíkurborg. Það setur ákveðna svona ábyrgð á herðar okkar og það er spurning hvernig við tökum þá ábyrgð. Gömlu félagin SDRF og SFR, þau voru svona stóru systkinin inn í BSRB og það hlutverk höfum við alltaf tekið og líka núna hjá Samhengi að vera dálítið stóra systkinið. Það er nú bara einu sinni þannig. Og verkaskiptingin sem hefur verið milli félagana og BSRB hefur í stóru dráttunum verið að BSRB er að sinna í þessum stóru þjóðfélagslegu málum. Það er að segja pólitíkinni, samfélaginu og svo framvegis. Aukst þessum að BSRB tekur þátt í svona ýmsum, hvað ég að segja, ýmsum verkefnum sem snertir kjarasamningaréttindi og skyldur og allt það. Þessi hlutverkaskipti, það hefur aldrei borið á því að fólk vilji brjóta það upp. Hins vegar hefur það alltaf verið mín skoðun og án þess að ég sé að segja einum að neinum fyrir verkum, að það er alveg nauðsynlegt að verkalýðsfélög og stéttarfélög séu stór og sterk. Lítil félög geta lent í því að hafa allt og lítið afl í samningaviðræðum. Og það sem maður séð bæði á opinbera markaðnum og líka á almenna markaðnum, að lítil félög, þau eru einhvern veginn fylgjendur bara þeirra stóru og maður efast stundum að sum þeirra geti veitt félagsmönnum sína þá þjónustu sem að mínu viti að stéttarfélög eiga að gera. Þetta er ekki algilt Þórarinn ef við talar aflið í samningum að við tökum bara flugumferðarstjóra og slíkar litla stéttir sem að það er alveg rétt, en þeir eru líka í þeirri stöðu að geta raunverulega þau geta stoppað svo stóran hluta af það sem við teljum vera mikilvæg starfsemi í samfélaginu. Það er alveg rétt. En til dæmis ef við tökum bara til dæmis eins og lítil bæjarstarfsmannafélög eða lítil verkalýðsfélög út á landi, að þá skiptir bara máli. Þau geta slökkt á leikskólanum, þau geta slökkt á grunnskólanum, þau geta slökkt á bara sorphirðunni, eða þú veist, kannski ekki hjá ykkur af því að það er þá í verkalýðsfélaginu, en þau geta slökkt á bæjarfélaginu. Já, þegar þau eru í þeirri aðstöðu og það er bara fínt. En stór félög er líka, það er ávísun og styrk. Það er bara þannig. Kannski varandi þjónustu við félagsmenn og annars slíkt að minni áhætta að sjúkrasjóðurinn verði veikur eða verkfallssjóðurinn og annars slíkt. En gallinn síðan er þá að maður heyrir þetta, það er best að taka dæmi þegar maður heyrir þetta frá iðnaðarmönnunum að það var miklu betra í gamla daga þegar það var trésmiðafélag Reykjavíkur, þá gæti ég fara á fundi og hitt bara aðra trésmiði. Núna fer ég okkur á fundi og það er allir, að því að manneskjan er einu sinni svona að við tengjum helst þeim sem eru líkastir okkur og þannig myndum við vinahópurinn þinn eru bara ekki mjög ungir kallar, þess að ég var miðaldra kallar sem er svona helst vinahópurinn þinn. Þannig er bara lífið og maður heyrir þessar umkvartanir á félögum í stóru félögunum að þeir rata ekki inn. Út á landi þá hefur verið brugðið á það ráð af öðrum ástæðum að hafa deildir, sjómannadeildir og verslunarmannadeildir og annað slíkt. Hefur það komið til greina hjá ykkur að vera með svona skúffur þar sem að tilteknir starfsmannahópar geta svona hist og rætt svona sín sérstöku kjör, að það sé ekki alltaf að koma inn og ræða svona hinn almennu mál inn í stærri félögunum?
Já, þetta var það sem ég var svona aðeins að reyna að hérna impra áðan. Það er að segja að við erum með svona félög eins og hérna og hópa eins og fangaverði, heilbrigðisgagnaritara, stuðningsfulltrúa og svo framvegis. Það eru allmargir hópar svona inn í félaginu sem við reynum að leggja sko mikla rækt við að séu sko starfandi, fjalli sín mál, það sem helst þarf að hérna að taka kannski á eða koma í kröfugerðir og svo framvegis. Við erum með þó nokkuð marga svona hópa, já, sem við getum kallað bara deildir. Og við leggjum, eins og ég segi, mikla áherslu á það að þessar deildir séu lifandi og starfandi með hérna á þessi kosta stjórnir og þau fá allan það stuðning sem að við getum veitt þeim og svo framvegis. Þetta gerum við, þetta er alveg rétt. Vissulega getur verið líka hérna, og það kemur svo sem ekkert á óvart að þegar menn að líta á gamla tíma, að allt hafi verið svolítið betra þá. Það er nú svolítið svona, hvað að segja, mantra sem að svolítið gengur ekki bara þetta heldur ýmislegt svona í lífinu. En það er alveg rétt að sko, það er gott að sækja heim þá sem eru líkir manni og kannski vil maður vera þar. En einhvað síðan þá er þetta þróunin eins og hjá okkur og við bara finnum fyrir því að því þú nefnast að nefna sjóðina. Þegar ég tala styrk. Það skiptir miklu máli eins og fyrir hérna stéttarfélög sem eru í alvöru stéttabaráttu. Það skiptir miklu máli að hafa sterka vinnudeildsjóði. Þannig að fólk geti farið í verkfall. Ég hef stundum sagt að hérna og fleiri að hérna svona baráttan að sömu leyti hún varð fyrir miklum áhrifum að því þegar hérna kreditkortin komu til Íslands. Þegar fólk hérna skuldsetti sig upp í ár og var líka með yfirdráttinn. Þannig að það var ekki hægt að taka á sig sko neitt tíma þar sem að fólk gæti verið tekjulaust af því að reikningarnir biðu. Og það er nú einu sinni þannig að öflugir vinnudeildsjóðir að þeir geta stutt við félagsmenn í baráttunni og það kemur bara að góðu gagni. Það er þannig. Við fórum í verkfall og það sko 2015 og þá hafði ekki verið verkfall með þessum hætti hjá okkur eða SFR og STRF síðan 1984 í stóra BSB-verkfallinu. Og hérna maður finnur fyrir því eins og þar keyrðum við verkfallið af mikilli hörku og það var ekki farið að ræða af neinni alvöru við okkur fyrir að hérna að ríkið sá að þetta gekk ekki lengur. Þeir urðu að fá sitt fólk til starfa. Og þetta skiptir máli, þá vorum við búin að vera í baráttunni í mánuð. Herðu, hérna svona undanfarin misseri og ár hefur svolítið verið svona rætt að verkalýðshreyfingin verið að stíga meira inn í mál sem að hún kannski gerði ekki af sama afli áður. Nú veit ég ekki hvort það sé rétt mat eða ekki að upp úr miðri síðustu öld og fram að hennum svo kalluða nýfrjálshyggjutíma þá hafði verkalýðshreyfingin afgerandi áhrif á uppbyggingu samfélagsins, uppbyggingu menntakerfis og heilbrigðiskerfi, uppbyggingu félagslegt kerfis, húsnæðiskerfis og fleira. Og hefði mátt hafa meiri áhrif, hefði mátt hafa áhrif svona svipað og hún hafði í Bandaríkjunum. Nei, á Norðurlöndunum. En því miður þá kausu Íslendingar að horfa svolítið til Bandaríkjanna, þannig að við erum svona bara mitt á milli þarna. Undanfarið hefur maður orðið var við það að það er svona gerð krafa á verkalýðshreyfinguna og svo líka innan verkalýðshreyfinganna. Það komið meiri vilji til þess að vera með svona afgerandi kröfur uppbyggingu samfélagsins fyrir hönd launafólks, hagsmuni launafólks, að ægivald auðvaldsins sé of mikið í íslensku samfélagi og hafi of mótandi áhrif. Samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð stærði sig að því að man ekki gott að 95% af öllum kröfum sem höfðu lagt fram á langa tíma hefðu orðið að lögum og það eru ekki kröfur, sértækar kröfur, heldur eru það bara kröfur mótun samfélagsins, einkavæðingu í alls konar geirum, breytingar á skattkerfinu til hagsbóta fyrir hinna auðugu sem að leiði til skattpíninga fyrir hinna fólk með millitekjur og þar undir. Þannig þetta voru bara afgerandi kröfur mótun samfélagsins. Núna eru framundar samningar á almennum markaði allavega í haust og hjá ykkur held ég líka fljótlega svipaleiti það sem að svona í aðdraganda nú ætla ekki að spá því að það verði ekki harðar deilur hækkun launa en það er svona í aðdragandanum að þá eru skilaboðin þetta frá samtökum atvinnulífsins og ríkisvaldinu að það sé ekki mikið að sækja þar að frekar mætti ræða það hvort að launahækkanir undanfarin ára hefði ekki verið of miklar að samfélagið stæði ekki undir því. Er þetta tvennt saman, annars vegar svona vaxandi vilji innan hreyfingarinnar og
vaxandi kröfur á hreyfinguna, að hún beiti sér í svona grundvallaratriðum samfélagsins, hvernig það mótað og út frá hvaða hagsmunum. Og svo svona þessi staða í kjaraviðræðunum og út af COVID sem að veldur því, getur það verið að þá komi fram staða þar sem að það eðlilegt að verkalýðshreyfingin stígi raunverulega 1, 2, 3 skref í því að koma með kröfur hvernig samfélagið mótað, hvernig grunnþættirnir eru mótaðir, að hækkun lagfæring á bótakerfunum sem hafa hörnað eins og barnabæturnar og vaxtabæturnar og sömuleyti húsnæðisbæturnar, að skattkerfið verði réttlátara, að það verði hærri skattar á þá sem að taka til sín miklar fjármagnstekjur, að verði hærri skattar á fyrirtæki og fjármagn, lægri skattar á almenning, að heilbrigðisþjónustan verði byggð upp, að hún verði jafnvel gjaldfrjáls eins og einu sinni var, að verði farið út í risa átök í uppbyggingu félagslegs húsnæðis og svo framvegis. Erum við á svona tímamótum, Þórarinn? Já, bara eins og ég geti sagt núna, nú ertu búin að segja þetta allt saman, sko. Þetta í rauninni, þetta sem þú nefnir, það alltaf upp á borðum í þessari, hvað við segja, í kröfunni betra samfélag. Og það hefur alltaf verið mjög framalega í starfi stéttarfélagana, allavega í þessu umhverfi sem ég vinn í og þá í gegnum BSRB. Sko, við skulum athuga bara hvað við höfum verið að gera á undanförnum, bara aðeins til að snerta á því. Stytting vinnuvikunar, við settum þá kröfu fram sko fyrir allmörgum árum á vettvangi BSRB. Og á þingi BSRB síðan, þegar við vorum búin að vinna að því nokkur ár, þá komu ráðherrar og fyrirsvarsmenn Reykjavíkurborgar og þau lofuðu því sem var gert að fara í samstarfið okkur með tilraunaverkefni innan ákveðna stofnana í styttingu vinnuvikunar og það var aðdragandi þess að við sömdum það í síðustu kjarasamningu. Og ég held að þetta sé einhvers stærsta réttarbót í sambandi við vinnutíma, allavega í okkar umhverfi, við fórum svolítið aðra leið heldur en ASÍ-félögin. Það sem við vorum að gera, við sömdum sko 40 stunda vinnuviku niður í 36 stundir. Og í vaktkerfunum að þá hægt að þeir sem vinna erfiðustu vaktavinnuna, að þeir geta farið inn í 32 stunda vinnuviku án launaskerðinga. Og við erum að tala þetta ekki launabreytingar. Þetta stytting vinnuviku og endurskipulagning á þeirri þjónustu sem opinberir aðrir eru að veita. Það var forsendan. Og þetta hefur heppnast að langsamlega mestu leyti afar vel. Við stoppsettum með þessi íbúðafélagi Bjarg. Og núna í hausta þá afhendi Bjarg 500.000 íbúðina. Og það núna nú farið að nálgast 600 sem verið að búið að afhenda. Pluss að Bjarg með á byggingastigum, öllum byggingastigum, samtals 600 íbúðir núna sem eru í byggingu og þetta eru 1200 íbúðir sem eru bara núna hafa verið og eru á teikniborðinu og þetta að gerast núna bara á örfáum árum síðan 2016-17. Þegar að í samtalinu núna svolítið íbúðarvandann sem gigantískur og við vitum alveg af hverju það kem kannski að því á eftir. Að þá eru menn að tala að þeir fara að byggja nýtt Breiðholt. Í Breiðholt á sínu tíma, ef ég man rétt, að þá var samið byggingu 1250 íbúða. Það það sem nákvæmlega sem Bjarg að gera núna og með á teikniborðinu. Og þetta allt og lítið í umræðinu hvað þessi bandalög, það þessi ASÍ og BSRB og öll félögin sem að baki þeirra standa, að þau eru búin að lyfta grettistaki þarna. En það, við erum ekki að gera nær því nægilega mikið. Já, það nefnilega málið, hvað kannski ástæða fyrir því að það ekki talað það vegna þess að vandinn svo gríðarlegur, ætla að sé ekki. Akkurat. Það eru 30.000 heimili á leigumarkaði og ég myndi fullyrða að 20.000 af þeim, þar sem að há húsarlega bara höfuð megin þessara fjölskyldna sem það alveg 20.000 íbúðir og svo segir þú 500 og kannski 600. Já, þetta alveg laukrétt hjá þér. En hvað við segja, stórverkefni þau byrja á smærri skrefum, það alltaf þannig. Vandamáli var náttúrulega sem að þessa gríðarlega vandamál sem skapaðist að þegar Davíð Oddsson og hans kónar að þegar þeir einkavæddu félagslega íbúðakerfið og hvað fóru 11.500 íbúður þá út úr því kerfi og við höfum ekki náð okkur síðan. Og einmitt í rannsóknarskýrslu Alþingis á sínum tíma þá var þetta talin stærstu hagstjórnarmistök í aðdraganda hrunsins. En fyrir utan bursið frá þessu að þá
Ég er að byrja því Þórarinn að horfa svolítið fram. Ég er að byrja að horfa fram. Hvernig sérðu fyrir þér að í komandi kjarasamningum verði kröfurnar á þessar Já. Að það þannig að við erum auðvitað að gera kröfur miklu réttlátara skattkerfi. Við erum í uppbyggingarfasa á hverjum tíma í sambandi við menntakerfið. Sko, það svíður hér innan dyra þegar við erum að gera þessar breytingar á almannaréttinum, á velferðarþjónustunni, á heilbrigðisþjónustunni og svo framvegis. Og þetta eru kröfur sem við erum alltaf í samtali við ríkjandi stjórnvöld. En það þannig að því þú veist að tala um hvar á almenningur sér skjól. Það mætti líka orða það þannig. Og við verðum allavega að vörðu það hjá okkur að sko okkar félagsmenn treysta mikið á félagið og treysta mikið sem sagt okkur fyrir ýmsum málum sem snúa ekkert beint að kjarasamningum, heldur bara að þessu sko lífi sem við lifum í þessu landi. Og það búið, ég tek alveg heils hugar undir það, að á undanförnum áratugum það búið að skemma samfélagið það mikið að það bara uppbyggingarstarf framundan. Og maður ekki alveg að sjá það hjá þessum stjórnvöldum sem núna og verið hafa, að það sé mjög hátt skrifað eða orða skilmerkilega þannig að það sé skiljanlegt. Eins og maður bara lítur til stjórnarsáttmálans nýja. En auðvitað eru félögin, þau eru alltaf með þetta á sínu borði að þessa kröfugerð að við séum miklu betra samfélag. Og auðvitað þá lítum við til Skandinavíu í þeim efni sem fyrirmyndir í því sem við erum að gera. Svo ég tala um framtíðina. Þórarinn, þú ert að gagnrýna ríkisstjórnina og þú talar að þegar við vorum að byrja, að þá hefur verið mikið í félagsstörfum og leiklist og eitthvað fleira ég veit ekki hvort ég kallaði Keflavík eða Njarðvík, ertu Keflvíkingur eða Njarðvík? Já, það Keflavík. Það Keflavík, já. Varstu í pólitík? Ertu pólitískur? Hefur tekið þátt í pólitísku, flokkspólitísku starfi? Ég hef ekki gert mikið af því gegnum árin. Ég hins vegar steig það skref þegar Ingibjörg Sólrún var í framboði til formanns Samfylkingarinnar því ég hafði mikla trú á henni þá. Sem svona leiðtoga inn í nýja tíma að þá skráði ég mig Samfylkinguna og vann að framboði hennar þar. Og það varð úr, hún varð formaður Samfylkingarinnar og síðan bara svo saga öll sem þar var skrifuð áranum eftir. En síðan í þar síðustu... Sem að þér líst ekki á að því að þetta var náttúrulega eitur setning sem þú sagðir. Þú sagðir ég hafði mikla trú á henni þá. Þetta bara, hvað þýðir þetta? Hefur ekki trú á... Þetta þýðir bara ég hafði mikla trú á henni þá. En þróun Samfylkingarinnar síðan þá? Hún er alltaf sjálf í viðtölum greint frá hvað getur gerst þegar að fólk verður að valda mikið. Og ég held að þau eru ekkert að greina það að segja neitt meira frá því. Hún hefur alveg talað fyrir sig sjálf. En ég gaf kost á mér síðan að því ég var eftir í leitað í þar síðustu alþingiskosningum að þá var ég í einu af þessum sætum í Reykjavík fyrir Samfylkinguna og það var bara til þess að reyna að leggja málefninu lið en eftir það þá hef ég ekkert beitt mér eða tekið þátt í þessu pólitíska starfi fyrir utan bara þessa umræðu sem maður alltaf í starfinu sko. Lítur á Samfylkinguna sem verkamannaflokk Íslands? Hefur hún náð því? Ég held að hún hafi ekki náð því. Ég nú bara að segja það. Að hún hefur ekki talað inn í nægilega breiðan hóp. Hún bara nær ekki, það ekki, annarkvort hluturinn ekki sagði rétt eða ekki hlustaði eða hvað hann en hún hefur ekki náð því. Hún hefur ekki náð þeirri stöðu sem að væntingar stóðu til. Við skulum ekki gleyma því að þessi flokkur komst yfir 30% einhvern tímann, en hún nær ekki 10%. Og það bara mjög alvarleg staða og það einhverju að kenna, það einhver ástæði fyrir því. En ég held að vandi á Samfylkingunni og bara vinstrinu almennt á Íslandi, það í vanda og það vandamál fyrir verkalýðshreyfinguna myndi ég ætla. Já. Þetta er alveg rétt. Dreifingin á atkvæðum á aflinu bara, eins og kannski maður segja þetta eins og við vorum að tala um stéttarfélaginu áðan, að það betra að hafa stærri flokka en minni. Og það væri náttúrulega óska staða á vinstri vængnum ef að fólk geti komið sér saman að vinna saman. Það þannig, Þórarinn, þá væri Sjálfstæðisflokkurinn besti flokkurinn, hann stærstur. Nei. Þetta ég var ekki að tala um gæði, ég var að tala um afl. Hann stærsti flokkurinn og hann hefur haft afl þar sem stærsti flokkurinn til góðs eða íls. Herðu Þórarinn, við erum að hitta okkur aðeins upp fyrir að tala aðeins meira um pólitík og daginn vegna þess að nú ætlum við að hleypa inn öðrum gestum. Þau eru á hliðalínunni og ég vona að tæknin sé bara það góð að þau geti bara mætt hvert af öðru.
Það Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir sem formaður AFLs á Austurlandi, Kristján Þórður Snæbjarnarson, hann formaður Rafiðnaðarsambandsins og ég held að þessi fyrsti varaforseti Alþýðusambandsins og Ragnar Þór Ingólfsson sem formaður VR og líka varaforseti Alþýðusambandsins. Ég held að það sé númer 2. Þannig að ég býð ykkur hjartanlega velkomin. Við ætlum núna að ræða fréttir vikunar og það hefur verið ýmis mál sem að hafa litað hana en þó ekkert meira heldur en COVID og það sem að COVID svona mikil, svolítið svona hlussa að þá ætla ég ekki að byrja þar, heldur byrja á svona frétt úr verkalýðsbaráttunni sem að grunnskólakennararnir kolfelldu kjarasamning sem að forystan hafði skrifað undir, núna bara stuttu fyrir áramót og felldu það með 3/4 hlutar greiddu atkvæði á móti. Má ég byrja á þér, Kristján Þórður, fyrir svona okkur sem stöndum utan verkalýðshreyfinganna, hvað merkir þetta? Er þetta áfellisdómur fyrir forystuna? Verður bara að byrja upp á nýtt? Mat forystuna vilja félagsmanna svona rangt? Eða þetta einhver leyti klókt hjá forystu að fara með samninga inn til félagsmanna, láta fella þá rækilega og koma þá með auknu afli að samningsborðinu næst? Já, það spurning alltaf þegar þú situr við samningaborðið og þá ertu í þeirri stöðu að þú ert að reyna að ná samningi og reyna að komast eins langt eins og þú telur og þitt bakland vill ná í þeim viðræðum. Það sem að getur gerst að þú lendir í þeirri stöðu að þú ferð bara eins langt eins og mögulega kemst og viðsemjandinn, hann ekki að lesa kannski rétt í stöðuna hjá sér. Það getur endað á þennan veg að samningurinn á feldur eins og þarna kemur fram. Það bara frábær þáttaka í félaginu, rétt tæp 70% sem greiða atkvæði. Kennarastéttin í heild sinni hefur alltaf verið mjög samheldin og sterk og þarna fer þessa leið, samningurinn feldur með 74% atkvæða og nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig staðan var þegar að þessu kemur. En þarna samninganefnd starfsmanna, eða semst kennara, sem að skrifa undir samninginn af því að þau telja sig þá væntanlega ekki komast lengra án þess að beita þá sterkari vopnum eða telur sig vera með samningi höndunum sem að gæti duga til. Það þannig að síðan í kjölfarið þegar samninganefndin fær þessa niðurstöðu, felldan samning, að þá það bara mjög skýr og sterk skilaboð inn á samningaborðið og nú þurfa þá samningsaðilar að setjast niður og viðsemjandinn, eða sem sagt sveitarfélögin og þeir hópar sem verið að semja við, þurfa þá að átta sig á því að það bara laukrétt það sem að samninganefnd starfsmanna hefur verið að bera fram og þurfa að koma með meira inn í pakkan og það það sem að liggur í augum uppi svona yfirleitt í þessari stöðu. Næstu skref hljóta þá að vera að samninganefndir komi saman og leiti leiða til þess að sjá metastöðuna, hægt að gera eitthvað meira, ef ekki að þá fer þetta bara í þann farveg sem að þörf á og það þá til ríkissáttasemjara og í allt það ferli. Kristján Örstutt, hefur þú lent í þessu að skrifa undir samning sem að félagsmenn hafa kolfellt? Já, ég hef lent í því. Mínir fyrstu samningar voru þegar ég var starfsmaður hjá álverinu Straumsvík og þar var iðulega lentu í þeirri stöðu að fyrsti samningur var felldur og síðan héldum við áfram viðræðum í kjölfarið. Við höfum alveg lent í þessu að koma með samninga sem eru annarkvort kolfelldir eða eru tæpir líka. Og meðal annars síðasti samningur sem við fórum í gegn á almennum vinnumarkaði, hann var mjög tæpur hjá okkur til dæmis. En þetta ég hef alveg lent í þessari stöðu að fara í þessa leið. En Hjördís, hefur þú fengið svona, samninginn bara kolfelldan sem þú varst nýbúin að skrifa undir? Já, ég hef alveg fengið felldar samninga og það bara hluti af okkar verkefnum að sem sagt
ganga frá samningum og svo vitum við ekkert hver örlög þeirra verða þegar þeir fara í hérna mat félagsmanna. Og mér finnst það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að samningi sé hafnað. Því vegna þess að hérna, við erum ekkert kannski alltaf himinsæl með þá samninga sem að verður niðurstaða út úr viðræðum. Þetta einhvers konar, þetta verður svona lending. Og ég veit í sambandi við samninga kennara veit ég ekki hvað það er sem að stendur í þeim. Við vitum auðvitað að það er svona uppsöfnuð. Þeir eru lengi búin að vera í kjarabaráttu og hérna, það kom fram að kjarasamningarnir væru í anda lífskjarasamningsins sem er samningur fyrir láglaunafólk, kannski það sem var horft fyrst og fremst til láglaunafólks. Það var þarna vinnutímastytting sem hérna sveitarfélögin hafa verið, við höfum ekki verið ánægð allavega innan starfsgreinasambandsfélaganna hvernig þau hafa framkvæmt vinnutímastyttinguna út úr okkar samningum. Þannig að það getur verið að það sé hluti af því að samningurinn hlaut þessi örlög hjá kennurum. Þannig að það er möguleiki að verkalýðsforysta sem að leggur fram samning og sem er kolfelldur að hún hugsi og eftir bara nú þetta er alveg það besta sem gætt gerst. Nú fer ég aftur að samningaborðinu með auknu krafti. Þannig að hefurðu fagnað því að samningar hafa verið felldir? Ég segi það nú kannski ekki að það sé með þeim hætti. Það auðvitað bara er þannig að það er, sko, þegar við erum í svona samfloti með mörgum félögum og sum samþykkja og önnur fella, það er mjög erfið staða. Og hins vegar ef við erum með svona samninga eins og til dæmis í álverinu í Alko og þar höfum við verið með felldarsamninga, að þá erum við bara 2 félög þar saman með sama samningin, það eru við og Rafiðnaðarsambandið og þá þurfum við að bæta í. Svona næstu viku, maður mann ekki hvort það sé þar næstu viku, þá kemur nú nýkjörinn formaður Kennarasambandsins hingað í vinnuskúrinn. En svo í næstu viku þá munum við vera að ræða einmitt á þriðjudaginn breytingar á menntakerfinu hér heim og erlendis sem hafa verið miklar á undanförnum árum og það má sjá merki þess óánægju kennara með breytinga í hinu opinbera menntakerfi í kjarabaráttu kennara til dæmis í Bretlandi og í Bandaríkjunum þar sem að svona einkavæðing hefur gengið langt, þar sem að kröfurnar eru auðvitað launaliðurinn hátt uppi en það er líka gerða kröfur bara að uppbyggingu menntakerfisins, það gerða kröfur svona aukið vald kennaranna það hvernig námið er mótað, það eru gerða kröfur bara bættan aðbúna nemenda og annað slíkt. Kannski eru íslenskir kennarar í slíku ástandi að það er svo rík óánægja með hvert menntakerfi hefur farið innan hópsins að það er kannski ekki hægt að ganga frá samningum bara með launaliðnum og svona þessu sem er kannski hefðbundnara. Því að það er engin kennar hérna, Ragnar, myndir þú vilja leggja út frá þessu, hvort það geti verið að það gerist áruppbyggja stundum, að stéttir lenda einfaldlega í einhverju stöðu að svona hefðbundnari kjarasamningar geta ekki slökkt óánægjuna. Það er alveg sama hvað þú myndir hækka launin, að það eru ýmislegir aðrir þættir sem að valda því að kennarar eru bara ósáttir með breytingunar á starfinu og þróunis. Já, það er eins og komst inn á áðan varðandi það að kjarasamningu var felldur og við byrjum kannski á því að ég held að það þurfi ekki að vera endalok alls þó fyrir forystu stéttarfélaga að fá kjarasamning felldan. Ég var nú í samninganefnd VR 2015 og talaði fyrir því að félagsmenn myndu fella þann kjarasamning þó ég hafi verið hluti af samninganefndinni en það var reynda samþykktur á þeim tíma og það er líka rétt það sem þú bendir á að þetta snýst ekki alltaf launaliðin. Ég sjálfur sér þekki nú ekki þann samning sem var lagður fyrir, ég hef ekki kynnt með þann samning sem var lagður fyrir grunnskólakennara núna en kona mín sem er grunnskólakennari og vann sem slíkur til margra ára að þá veit ég til dæmis til þess að þegar að sveigjanleiki
og meiri viðveruskylda var sett á hjá grunnskólakennurum að það var alveg gríðarlega stórt mál á sínu tíma og þessi sveigjanleiki sem að grunnskólakennurar höfðu þá hefur til dæmis olli því til dæmis að konan mín sem að starfaði í grunnskóla sneri sér fór á annan vettvang til starfa og getur ekki hugsað sér að snúa aftur. Þannig að þetta til dæmis held ég hafi verið eitt af stórum málunum þá, það sé ekki núna heldur í þar síðustu samningum. En eins og ég segi, þegar kemur að samningum sem eru felldir með svona miklu meiri hluta, að þetta alveg tvíeggja sverð. Þetta getur verið áfellisdómur yfir forystu, þetta getur líka verið mikill styrkur að hafa þá þetta sterka umboð til þess að halda áfram og mögulega þá þrýsta málunum í áfram farveg að þetta sé svona líka mælikvarði á stemninguna sem í baklandinu. Þannig að ég held að þetta þurfi ekki endilega að vera slæmt. Það að nýta þetta sem styrkleika og aukið umboð. Þórarinn, hvernig veitur þú þetta? Þetta nú opið fyrir starfsmennis og sínir félagar og fyrir 30 árum þá voru kennararnir inn í BSRB. Já, sko það sem ég held að gerast þarna, ég held að þetta sé sko miklu kannski dýpra og svona mikilvægara mál heldur kannski maður gerir sig grein fyrir vegna þess að mér finnst að vera birtingaform af því að sko stóru láglauna kvennahóparnir, þeim nóg boðið. Ég held að sé bara það sem að gerast. Áttum okkur á því að það alltaf sko hefur verið talað til þessara stétta sem einhver svona næstu því sko að það sé og þessar stéttir eigi að þiggja einhverja ölmusu og vera bara ánægð með yfirleitt að fá að vera á vinnumarkaði. Tóttin hefur nú stundum verið svoleiðis í gegnum árin. En þetta eru stóra kvennastéttir í bæði menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu og velferðarkerfinu sem eru allt og lágt á launaðar og þegar laununum hefur verið haldið niðri. Núna í þessum faraldri sem við lifum í, þá kemur í ljós að forsenda þess að hagkerfið, það að segja sko allur peningamarkaðurinn, allt það sem við erum að gera, öll auð myndunin í samfélaginu, það sem við höfum til skiptana til að dreifa á allan almenning, það gerist ekkit nema þess að grunnstóðu séu í lagi. Það ekkit atvinnulíf ef það ekkit menntakerfi og það eru konur sem eru þar að stærstu hluta. Það sama með heilbrigðiskerfið og það sama með velferðarkerfið. Nú hafa þær staðið vaktina og það búin að sjá til þess að við getum þá haldið samfélaginu gangandi eins og það hefur þó gengið og þetta eru þessar stóru stéttir, meðalmenntakerfi núna, sem bara sér til þess að það ætla að halda atvinnulífinu gangandi. Og ég held að sko, ég bara vona það að þetta sé bara dæmi vakningu, það sem að þær eru bara, og þessi hópar eru að segja, það bara okkar tími núna komin. Það þýðir ekkit að sko umgangast okkur eins og eitthvað hyski núna í framtíðina. Við ætlum að fá okkar skerf af kökunni. Og ég held að það sé bara mjög mikilvæg skilaboð inn til stjórnvalda og bara til okkar allra. Þessu þarf bara að breyta. Ég held að þetta sé ávöxtur bara þessa sem að gerast. Og tíminn til kominn. Má ég spyrja aftur, Þórður, heldur að það skiptir máli að atkvæðagreiðsla fer fram í COVID þar sem að ríkisstjórnin kýs að fara ekki ekki tilmæla beint, þetta svona tillögum sóttvarnayfirvalda að fresta skólaopnuninni og svo núna það náttúrulega búið að kjósa þegar að einhver leyti springur þetta fram út af ummælum ráðherranna varðandi skólakerfi núna í gær og kennarasambandið kemur með harðorða ályktun gegn ummælum fyrst og fremst Katrínar Jakobsdóttur að það sé togstreita hvernig svona stjórnvöld og ráðherrarnir tala til kennaranna og þeir upplifið eins og sé verið að skópla svona vanda til þeirra svona á þess að það sé svona virðing fyrir þeirra framlagi. Ég held alveg klárlega að sko framganga stjórnvalda núna hún hefur haft áhrif og hefur áhrif og fyrir í mínum huga þá þetta sko algjörlega óskiljanlegt. Við erum með fagfólk sem hefur verið að leiða okkur í gegnum hennar faraldur og það bara þannig að það sé sagt hver einasta spá, allt það sem til þess að Þórólfur hefur sagt að muni gerast ef við gerum þetta eða það muni ekki gerast ef við gerum þetta ekki og svo framvegis. Þetta hefur allt reynst rétt og bæði sko tölfræðingarnir í kringum þetta og sérfræðingarnir sem hafa verið að fylgjast með því, þau hafa sagt okkur hvernig bylgjunum munu þróast og hvernig það munu síðan dvína og þetta bara allt saman rétt. Þetta hefur allt staðist
og svo kemur Þórólfur með sko ráðgjöf inn, það sem hann að segja, til þess að höggið verði ekki svona mikið, þá þurfum við að gera þetta. Jú, við þurfum að fresta skólabyrjun. Og svo koma hérna svo kemur nýr ráðherra og segir bara, heyrðu, ég veit miklu betur, við verðum að gera þetta svona, það mín skoðun, ég vil mitt, og þessi ágætur ráðherra sem að tala það endalið sko, ég vil mitt frelsi tilbaka, maður veit ekki á hvaða plánet þetta fólk lifir. Þannig að það sé bara sagt, á sama tíma og fólk að sko berjast við sko andnauð inn á spítalanum. Þetta litla samfélag okkar, það getur ekki gengið til framtíðar nema við stöndum saman. Hvað sem þetta verkefni eða eitthvað annað. Og þá ég að tala að ráðherrarnir standi ekki lengur saman með sóttvarnayfirvöldum og þar með þjóðinni, því að þjóðin náttúrulega stendur, mikill meirihluti þjóðarinnar stendur og styður sóttvarnayfirvöld. Já, nei, það er bara akkurat þannig. Og og svo reyndar komur á óvart að síðan eru menn að stíga fram með það sem Halldór Benjamín og líka með einhvers konar fulltingi BHM í greinaskrifinu það verður að fara að opna og það sé sko við verðum að svona hvað sé að taka afleiðingum þess þeirri nauðsyn að opna samfélagi meir og bla 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 eins og samtök atvinnulífsins haldið fram. Sko, ég veit ekki betur heldur að við höfum staðið okkur ágætlega sem samfélag. Það að vísu alveg rétt. Að skuldasöfnun og allt þetta sem fylgir þessum aðgerðum, það náttúrulega miklar. Við vinnum bara út úr okkur í gegnum það á lengri tíma. Við höfum gert þetta áður, við gerum það bara aftur. Kristján Þórður, upplifir þú þetta svona að ráðherrarnir, það sé svona gjá á milli sóttvarnayfirvalda og ráðherrana, að ráðherrarnir vilji gera bara eins lítið og bara eða miklu minna heldur en þau komast upp með hröfula því að þetta veldur miklu titringi eins og kom fram í ályktun Kennarasambandsins í gær. Ég held að það sé nákvæmlega þannig. Ríkisstjórnin virðist telja sig vita betur og telja sig ekki þurfa að fara eftir þessum ráðleggingum fagfólksins í þessum efnum. Ég held að sé blasir svolítið við allan í mínum huga að þarna náttúrulega bara, það orðin veruleg gjá þarna milli. Það verið að horfa á ykkur önnur sjónarmið sem ykkur aðra hagsmuni heldur en svona hagsmuni samfélagsins. Og ég held að það sé bara verulega miður að það sé ekki verið að fara eftir tillögum sóttvarnalæknis. Og það eins og Þórarinn nefndi að tillagan var náttúrulega í desember að seinka opnun skólana til 10. janúar. Nú eru við komin til 15. janúar og staðan orðin mun verri heldur hún var þarna í desember. En þarna var ráðleggingin að seinka þessu til þess að dempa þessa bylgju. Ef það hefði verið gripið til þess að seinka opnun skólana þá held ég að við verðum í allt annarri stöðu í dag. Það auðvelt að segja þetta eftir á en ráðleggingin hjá fagfólkinu var að seinka þessu og það var vegna þess að hættan á því að smitum fjölgaði út frá þessu var það mikil. Og þetta eitthvað sem ég held að við þurfum að horfa bara mjög í að við þurfum að hlusta fagfólkið og fara eftir þeirra ráðleggingum hvað þetta varðar. En þú fyrsti varaforseti Alþýðusambandsins, fram að þessu þá hafa stjórnvöld, ríkisstjórnin, verið svona meir og minna á þeirri línu sem að sóttvarnayfirvöld hafa gefið. Og þá kannski eðlilegt að þá eru sóttvarnir ekki hluti hinna svona almennu stjórnmálaumræðu eða hagsmunabaráttu í samfélaginu. En þegar það klofnar þarna á milli, þá ekki komið að til dæmis þessu Alþýðusambandinu að lýsa yfir sinni afstöðu og taka afstöðu til málsins? Jú, auðvitað má alveg ýta undir það að Alþýðusambandið taki afstöðu til þessara mála akkurat núna, hvað skuli gera. Okkar málflutningur hefur verið sá í gegnum þennan faraldur að fylgja þessum ráðleggingum og við munum að sjálfsögðu standa áfram á því. Það átti núna fyrir áramótin að færa ákveðið vald frá sóttvarnayfirvöldum til fulltrúa fyrirtækjana sem við sem betur fyrir stoppuðum og það hefði nú rofið þessa sátt sem verið að reyna að vinna eftir í samfélaginu.
en það bara betur má við duga skal og við þurfum að taka höndum saman til þess að tryggja stöðuna. Við sjáum þetta, ef við bökkum aftur yfir í skólakerfið og heilbrigðiskerfið. Starfsfólki í skólunum undir alveg gríðarlegu álagi núna. Annars vegar við það að halda skólunum opnum, að sinna þeirri starfsemi sem á að sinna í dag. En það líka hitt hlutverkið sem hefur færst til meðal annars skólana. Og það þetta hlutverk smitrakningar. Og maður heyrir það að stjórnendur og skólastjórar eru bara alla daga og öll kvöld og allar helgar í því að vinna í smitrakningu og ofan að það að reyna að síðan að skipuleggja starfið. Starfsfólkin á leikskólum. Þarna náttúrulega verið að vinna við mjög erfiðar aðstæður. Það að koma upp gríðarlega mikill fjöldi smita og þetta þetta ofboðslega mikið álag sem verið að leggja á fólki. Og þetta eitthvað sem það þarf að ná að hægja eins á þessu til þess að tryggja hag starfsmanna líka. Hjördís, COVID grimmt fyrir austan eða hvernig staðan á smitum og veikindum þar? Já, það nú þannig að við höfum nú verið svona til þess að gera laus við COVID lengst framan af. Þangað til fyrir svona 3 mánuðum síðan að þá héldu þessi veikindi innreið sína á Austursvæði hjá okkur og búið að vera þar aggressirandi síðan og það líka komið hér á Hornafjörð og hefur verið núna síðustu vikurnar og það kannski bara þetta álag sem hefur verið viðvarandi í hartnær 2 ár mjög víða að við erum svona að finna fyrir því núna og það til dæmis voru skólar lokaðir í Fjarðabyggð, 3 grunnskólar núna í síðustu dagana, í síðustu viku og ég veit ekki hvort opna strax eftir helgi eða ekki, þannig að þetta bara svipað hér hjá okkur og annars staðar á landinu. Hvernig finnst þér ríkisstjórnin, það hefur verið svona ákveðin breyting frá því að svona ný ríkisstjórn tók við, að það var svona annar svolítið tónn í þessu. Finnst þér henni farnast þetta vel? Nei, mér finnst frá því fyrir jól? Nei, mér finnst ekki. Mér finnst til dæmis nýr heilbrigðisráðherra, hann að gefa alls konar undanþágur og svona minnst ekki sama festan og var hjá fyrrverandi heilbrigðisráðherra, ef ég bara nefni það sem dæmi. Og við höfum alltaf hafa heyrt í gegnum þennan faraldur að það alveg auðheyrt að ríkisstjórnin ekkert endilega samstíga við ákvarðanatöku þó að þeir komist að einhverju niðurstöðu þá alltaf einhverjir ráðherrar sem eru annarra skoðunar og vilja hafa allt miklu opnara. En það eru ýmis sjónarmið í samfélaginu. Upplifir það þannig að þessi sjónarmið að bara opna allt og hætta sóttvörnum helst, að þau séu sterkari innan ríkisstjórnarinnar heldur en í samfélaginu almennt? Ég veit ekki hvað skal segja, Ég held að það náttúrulega mörg sjónarmið í gangi og sitt sýnist hverjum. Það kannski bara meira áberandi hvernig ríkisstjórnin hversu ósamstíga hún heldur en þó einhverju sé að diskotera yfir kaffibolla hvort að ég gera þetta eða hitt. Ég held að sé meira þannig. Ragnar, hvað segir þú framgöngu ríkisstjórnarinnar í sóttvarnamálum undanfarnum vikum? Ég held að sáttin sem við höfum þó náð hingað til varðandi sóttvarnir hefur verið, grunnurinn af því hefur verið að við höfum treyst sóttvarnalækni og því teymi til þess að taka ákvarðanir og það hefur svona ríkisstjórn eða allavega fyrrverandi heilbrigðisráðherra virðist þá allavega hafa hlustað meira, en þetta rof sem að virðist vera komið í þá samstöðu smittar svolítið út í samfélagið og þegar einmitt þess eins og Þórarinn kom inn á að þetta tala frelsi og slíkt að til dæmis eins og verslunarfólk sem að sannarlega framlínufólk í þessum faraldri, það að vinna við erfiðar aðstæður með hanska og grímur alla liðlangan daginn, að þurfa síðan að taka á móti fólki sem að neitar að bera grímu eða sem náttúrulega bara afleiðing umræðunar
þar sem að til dæmis þegar stjórnvaldið ekki samstíga hvað má og hvað má ekki og jafnvel til dæmis telur sig vera undanþegið sjálft fyrir sóttvarnareglum eins og náttúrulega frægt orðið varðandi fjármálaráðherra í einhverju partí á sínum tíma og sömuleiðis stöðu forsætisráðherra Bretlands í dag og svo einmitt horfum við á sko fólki sem þarf að starfa í framlínum. Það svo sé bara einhver gjá og fjarlægð á milli sko þess raunveruleika sem að fólki í framlínustörfum þarf að sinna. Álagið til dæmis á heilbrigðisstarfsfólki núna, maður þekkir til margra sem að starfa, að vinna baki brotnu alla daga, taka á sér aukavaktir og slíkt og síðan vandamálin í skólunum, eins og sé hárrétt líka sem hefur komið fram að hlýtur að hafa haft áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslu kjarasamningi, að sko allt þetta aukna álag sem hefur verið sett á starfsfólk sem að sinnir þessum grunnstörfum í samfélaginu, og líka virðingarleysið að þurfa að halda leikskólunum og grunnskólunum opnum þannig að sé hægt að halda rekstri fyrirtækja gangandi og svo framvegis, að það bara komið eitthvað rof og líka framgang á samtaka atvinnulífsins sem að ætluðu sér bara að taka sér það hlutverk núna áramótin, upp úr áramótum að geta stýrt þessu bara sjálft og tekið bara ákvarðanir sjálfum hvernig þeim skal háttað í sínum fyrirtækjum. Að ég held og ég hef áhyggjur af því að þessi samstæða sem að hefur svona verið nokkuð góð, að það sé að koma eitthvað rof þar í. Maður sér einhvern veginn ekki hvað þetta endar ef þetta heldur svona áfram, ef að stjórnvöld ætla einhvern veginn að taka í sjálfu sér málstað þröngra sérhagsmuna fram yfir hagsmuni þjóðarinnar og skeita engu það gríðarlega álag sem að á öllum okkar grunnkerfum, bæði að halda úti þjónustu og aðganga nauðsynjavörum eins og í matvöruverslunum, grunnskóla og leikskóla og svo framvegis og tala ekki heilbrigðiskerfi. Þannig að þetta eiginlega svona þrískipt, þetta sjónarmið innan ríkisstjórnarinnar bara aðra stefnu í sóttvörnum heldur en sóttvarnayfirvöld leggja til. Það ríkisstjórnin þjónar frekar hagsmunum fyrirtækja og slíkra frekar heldur en almannahag og svo í hvernig hún mætir í samfélaginu og ræðir hvernig við höfum að taka á þessu, að í því svona virðingarleysi gagnvart kennurum og þeim sem eru í framlínunni. Þannig að þetta eiginlega þrískipt hvernig ríkisstjórnin að fjarlægjast það að tala inn og leiða samstöð í samfélaginu. Er þetta góð samantekt, Ragnar? Já, ég held að. Mér finnst ríkisstjórnin og ákvarðanir þeirra núna undanfarið og til dæmis framganga samtaka atvinnulífsins bera vott það að það sé að koma rof í þessi samstöðu sem hefur verið og það þá algjörlega þeirra ábyrgð. En talandi samtaka atvinnulífsins og að því að þið eru nú öll í verkalýðshreyfingunni. Samtök atvinnulífsins kom fram núna, ég held bara í þessari viku, með þá kröfu á ríkisvaldi að ríkið myndi greiða laun fólks sem að væri í einangrun og sóttkví. Ef ég má fara bara öfugan hring núna og byrja á þér, Ragnar. Þetta eðlileg krafa eða þetta eitthvað sem að verkalýðshreyfingin getur bara stutt eða hvernig á maður að túlka þetta? Já, við skulum allavega, ef við tökum þetta svona almennt, að þá liggur alveg fyrir að mestallur stuðningur og mestallt það fjármagn sem hefur komið frá ríkissjóði hefur farið út í atvinnulífið og við lögðum mikla áherslu á það að það kæmi meiri stuðningur til almennings en mestallur stuðningurinn sem almenningur fekk sem var kannski í formi framlengingu og tekjutengdum atvinnuleysisbótum, var í formi þessa að við gætum tekið út óaðfærðan séreignarsparnað
Ég held að það sé komin núna úttektir yfir 30 milljarða sem hafa verið teknir út af séreignarsparnað sem fólk hefur verið að taka út til þess að standa undir sinni kreppu og síðan núna síðasta útspil Samtaka atvinnulífsins að skattgreiðendur borgi fyrirtækjum laun í einangrun. Og ef við setjum þetta í samhengi við bara stöðu skráðra fyrirtækja og hverjir að taka þátt í samfélaginu og hverjir ekki, að þá voru arðgreiðslur uppkaup eigin bréfa á síðasta ári 80 milljarðar. Það stefnir í að arðgreiðslur og uppkaup eigin bréfa verði bara og yfir 200 milljarða á þessu ári. Við horfum á ævintýralegan hagnað fjármálakerfisins eða bankana. Hlutabréfaverð hefur nánast hafa verið fordæmalausar hækkanir á hlutabréfamarkaði. Og ef við setjum þetta í samhengi hverjir að taka þátt í samfélaginu og hverjir ekki þegar að kreppir að og það er kreppa ástand hjá þjóðinni og það þykir og fyrirtækin og skráfélög mörg þeirra, auðvitað standa mörg illa, græða sem aldrei fyrr. Mér finnst það ekki fara saman við þá kröfu atvinnulífsins núna að fara frá að fara að seilast dýpra í vasa skattgreiðenda til þess að styðja fyrirtækin meira. Það þarf að fara að hugsa allt þeirra leiðir. Við þurfum að fara að takast á við húsnæðisvandann. Við erum að sjá það að leiga á 2 herbergja íbúð er komin og yfir 200.000 hérna á höfuðborgarsvæðinu og meðan útborgaður grunnlífeyrir er nær ekki 240.000, svo eitthvað sé nefnt. Þannig að við erum bara á einhverju súrrealískri stöðu að fara að ræða það, að fara að greiða inn í atvinnulífið fleiri styrki og koma betur þar undir heldur en að fara virkilega að huga að grunnstoðum samfélagsins. En Hjördís, má ég spyrja þig þetta bara svona þessa tillögu Samtaka atvinnulífsins og bara horfa það út frá launafólki. Ég vinnu einhvers staðar og svo ég settur í sóttkví og einangrun. Ef ég settur í einangrun þá ég líklega bara ég bara að taka út veikindariréttinn. Og hann takmarkaður. Ég á bara vissan veikindarirétt, þannig að með því að ganga í gegnum COVID og það til fólk sem hefur smittast 3 svar, þannig að það fræðilegu möguleiki eitthvað sem búin að fara 3 svarsinnum í einangrun. En svo ef ég í sóttkví, þá ég líklega, hvað ég að taka út? Ég að taka út veikindariréttinn minn eða hvernig virkar þetta? Þetta eitthvað sem að ríkisvaldið þarf að fara að velta fyrir sér? Það gengur náttúrulega ekki að út af einhverjum heimsfaraldi þá éti fólk bara upp allan veikindaréttinn sinn og svo kannski kemur að því að fólk verður langveikt og þarf að fara að sækja hann, að þá hafi það klárast að stóru leyti bara yfir í gegnum COVID. Er þetta mál sem við ættum að horfa á og skoða þó svo að við bara föllumst ekki strax á tillögu Samtaka atvinnulífsins? Já, það hefur verið þannig að þeir sem hafa verið í sóttkví að þeir hafa fengið greitt frá ríkinu, oftast nær í gegnum vinnuveitandann sem að borga þá launin og sækir þau til ríkisins. Það hefur verið þannig. Nú í þeim tilfellum sem að starfsmaður er veikur, með COVID, þá er hann að taka sínum eigin veikindarétti sem er auðvitað takmörkuð gæði, eins og þú segir. En síðan er líka þriðja atriði sem ef að þú þarft að vera heima út af lokunum á leikskólum og grunnskólum og eða af öðrum ástæðum og þar sem er enginn í sóttkví eða slíku til þess að sinna þá þínum fjölskyldu meðlimum, börnum eða öðrum að þá ert þú að annarkvort launalaus eða taka af orlofinu þínu sem þýðir þá að þá átt ekki orlof næsta sumar og síðan höfum við verið að fá deilur inn á borð það að fólk sem lendir í sóttkví í orlofinu sínu að það fær ekki lengingu á orlofinu sjálfkrafa þó að það verður alla tíð verið okkar túlkun að það sé bara þá frestist orlofið og þú farir inn á sóttkvíagreiðslur. Þannig að það er svona ýmislegt sem að þarf að skoða í þessu samhengi og það er alveg svo Ragnar segir, alltaf verða einhvern veginn launafólki sem að situr eftir. Hvernig þá meinarðu að launafólki þarf að
að á endanum þarf það að borga raunverulega bara í gegnum skattana sína sem að fer svo til fyrirtækjanna og aftur niður eða er dæmi það að fólk sé bara launalaust og óvarið í heimsfaraldrinum? Já, ég tel að það séu dæmi þess og þeir sem hafa lent í miklum lokunum og einhverja deilur eru þessa sóttkvíagreiðslu líka. En mér skilst nú að fólk geti sótt þær beint líka en það þarf að hafa fyrir því og þú veist væntanlega ekki að fá endilega fullar greiðslur ef það hefur verið yfirvinna og annað slíkt þar inni. En mér finnst það nú svolítið langt seilst ef að vinnuveitundur ætla að fara að krefja ríkið veikindaréttin. Ég verð að segja það. Já, það hefur nú einhver leyti verið svona þráðurinn í þessum efnahagsaðgerðum að það er alltaf meira og meira sem að er verið að flytja frá ríkissjóði til fyrirtækjana, ekki bara út af COVID, heldur er þetta líka komið inn í, það er eiginlega, hvað við að segja, búið að svona einkavæða nýsköpunarstuðning ríkisvaldsins, rannsóknir og þróun, að það er greitt út sem skattaafsláttur, sem að allir geta sótt áður var þetta eitthvað sem var úthlutað út úr nýsköpunarmiðstöð og það eru í fyrra fóru 10,5 milljarður út í tapaðar tekjur ríkisins í því fyrirkomulag, þannig að það er ekki bara í COVID og að samtök atvinnulífsins að sækja á meiri greiðslur út úr ríkissjóði, heldur þetta sömuleyti ég ætla þetta sé ekki mest svona afgerandi breytingarnar í ríkisfjármálum á síðustu 2 árum gríðarlegur fjáraustur frá ríkissjóði yfir til fyrirtækja. Kristján Þórður, hefur þú áhyggjur af þessu að þarna sem menn komnir á bragðið? Í kosningabaráttunum var maður var við það að til það Sjálfstæðisflokkur þegar hann var að tala umhverfismál að þá var hann eiginlega að tala á þessum nótum að þarna væri raunverulega framundan einhverja aðgerðir í loftslagsmálum sem ætti að stýra með skattaafsláttum til fyrirtækja. Já, auðvitað er alveg hægt að taka undir þetta að það er ákveðin hætt á því að ef við opnum sjóðin okkar fyrir svona útgjöldum að þá ganga þær á lagið. Ég held að það hafi verið jafnvel fyrir þennan heimsfaraldur að það hafi verið fara að ýta undir þetta sökum þess að atvinnuástandi var farið að verða þungt þarna 2019. Og þær aðgerðir náttúrulega sem var gripið til í upphafi faraldur síðan voru svo sem alveg að mestu leyti nauðsynlegar. Þú veist að útgangspunkturinn á þeim tíma var að tryggja þetta ráðningarsamband fólksins að fólkið geti haldist í vinnu og hefði tekjur á meðan. Það var auðvitað gripið til hluta atvinnuleysisbóta og þær aðgerðir allar. En síðan sjáum við alltaf og ef við horfum aðeins aftur í tíman bara í samfélagsumræðinni og það hefur alveg gerst í kringum kjaraviðræður líka að fyrirtækin hafa iðulega kallað eftir lækkun tryggingagjaldsins og tryggingagjaldið er það gjald sem er notað til þess að standa straum af atvinnuleysisbótum og fæðingarorlofi og slíku sem að eru þetta svona grunnurinn í því sem við erum að reka að hluta til samfélagið okkar. Stærstu tekjurnar eru mjög stór tekjupóstur ríkisins síðan tekjuskatturinn okkar sem að við greiðum af okkar launum og þess vegna þarf við að fara mjög vandlega með þennan sjóð okkar. Uppbygging kerfisins með því að hafa tryggingagjaldið getur verið til þess að einmitt standa straum af auknu atvinnuleysi þegar það bjátar á en við þurfum að hugsa líka mjög vel og vandlega út í það. Hvernig fjármunum er ráðstafað í þetta? Það má ekki verða þannig að fyrirtækin fara að sækja gríðarlega fjármuni til lengdar úr okkar sjóði. Við viljum auðvitað allir þeir fjármunir sem að fara út séu til þess að styðja við fólki, til þess að taka á þeim aðstæðum sem eru uppi á hverjum tíma. En við þurfum að passa okkur mjög upp á framtíðina hversu víðtækt þetta verður. En kannski eitt annað sem að má koma inn í þetta líka. Það er varðandi þá stöðu sem eru uppi núna og þetta hefur verið svona aðeins talað og það eru þessir lokunarstyrkir og viðspyrnustyrkir og allt þetta, hvað þetta heitir. Það eru þetta alveg, maður skilur það að það þarf að styðja við atvinnulífið, það þarf að styðja við fólkið og fyrirtækin sem að
Þetta hittir hvað verst og þyngst, en það á ekki vera á þann hátt að fyrirtækin geti fara að greiða sér út miklar arðgreiðslur, og nákvæmlega eins og Ragnar segir, staðan virðist vera ansi víða mjög góð, og það á ekki að styðja við fyrirtæki sem að hafa það bara mjög gott, af því að maður veit alveg að þrátt fyrir ástandið að þá víða sem að staðan hefur bara verið bara ennþá betri heldur en oft áður, og það auðvitað bara frábært, en á sama tíma eiga slík fyrirtæki ekki að sækja stuðning úr okkar sameiginlegu sjóðum. Það alveg klárt. En ef ég má halda áfram með dæmi sem ég tók að sem ekki tengt COVID, heldur nýsköpun, rannsókn og þróun, þar sem að fyrirtækin hafa getað sótt 10,4 milljarða á síðast ári, og það eru fyrirtæki eins og Origo og CCP sem þetta kóreanskt fyrirtæki í dag, hafa tekið, CCP tók sko meira en tvöfalt það sem var verið að útluta núna til allra rithöfunda á Íslandi í nýsköpun og þróun. Þetta eru fyrirtæki sem að greiða sér arð, þannig getur það verið eðlilegt að ríkið sé að styðja sko þróun fyrirtækja? Maður myndi ætla það að það sé bara markmið allra fyrirtækja að halda áfram að þróast og kaupa nýtt skip. Akkur á ríkið endilega að styrkja það sérstaklega að kaupa nýtt skip eða nýja vélasamstæðu eða að þróa nýjar neysluvörur, en á sama tíma eru fyrirtæki sinna að greiða sko hlutum sínum arð. Já, akkurat, einmitt, í svona tilvikum. Þetta auðvitað eitthvað sem við þurfum að hugsa okkur mjög vandlega. Er þetta eðlilegt? Ég held að það sé alls ekki eðlilegt að við séum að styðja við einmitt stöndug fyrirtæki sem að eru á þessum vettvangi. Nýsköpunar og sprotafyrirtæki eru í mínum huga mjög verðmætt. Að við eigum að ýta undir aukna nýsköpun í samfélaginu. Við eigum að ýta undir það að það sé verið að fara nýjar leiðir í tækniþróun, í rekstri fyrirtækja til þess að framleiða vöru og auka gæði samfélagsins. En það þarf sannarlega, og ég algjörlega sammála því, það þarf sannarlega að fara þá til fyrirtækja sem eða aðila sem eru á þeim stað að vera í barningnum að byrja, af því að það ákveðin fjöldi fyrirtækja sem að kemst af stað nær að taka fyrstu skrefin en þurfa meiri stuðning til þess að komast lengra. Þessi stuðningur ekki til slíkra fyrirtækja. Þessi stuðningur ekki til slíkra fyrirtækja. Ef maður rennir yfir listan sem er hægt að nálgast inn á rsk.is á ríkisskattstjóra, þið getið grafið hann þar upp, að það eru bara stórfyrirtæki og það eru bara, þú ert komið mjög neðarlega í listan, þú byrjar að sjá ykkur fyrirtæki sem að eru svona eins og þú ert að lýsa sko, sem er stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki í upphafi sínu, eins og nýsköpunarmiðstöð studdi á sínum tíma áður en að þetta fyrirkomulag var yfirlega einkavætt, þannig að fyrirtæki gátu bara sjálf farið inn, og það er vitað og það er bara almennt talað um það að fyrirtæki misnóti þetta gríðarlega. Það er talað um að þú bara breytir nafnið á sendlinniðinum og kallar hann nýsköpunarstjóra og þá færðu bara skattaafslátt frá ríkinu. Þú getur skilgreint að vélasamstæði sem ætti að fara að kaupa sé þróunarverkefni og þá færðu skattaafslátt frá ríkinu, þannig að það er bara orðin opin búð í fjármálaráðuneytinu, það lekur og þetta eru 10,4 milljarðar. Ragnar var að tala um hvernig aðgerðirnar í COVID höfðu skipst á milli sko fyrirtækja og fjármagnseigenda og svo almennings, að 10,4 eru miklu stærra heldur en að hefur farið í efla heilbrigðisþjónustu barna eða geðheilbrigðisþjónustu, félagslegar aðgerðir, sérstakur stuðningur til barnafjölskyldna í gennum COVID. Þetta er bara stærri uppæð heldur en allt það sko. Já, þetta er náttúrulega alveg fráleit. Gríðarleg breyting. Já, nákvæmlega. Þetta er alveg fráleit að gera þetta með þessum hætti og klárlega, ég meina þessi uppæð, það væri hægt að nota svona uppæð í staðins að henda þessu í stór fyrirtæki sem að þurfa ekki á þessu að halda, að setja þetta í heilbrigðiskerfi, setja þetta í greiðslur til ellilífeyris, öryrkja, allan þann stuðning í kerfið sem að vantar, lækkun skatta eða þar fram til götunum. Ég meina, þannig að þetta er auðvitað bara frálegt að séu svona stór fyrirtæki sem að njóti þessa stuðnings sem að þarf ekki að fá stuðningin.
Þórarinn, þetta samningsaðilar þínir, þetta ríkissjóður, 10,4 milljarðar. Hvað verður gert ef þú kemur með tillögu að verja 10,4 milljörðum í eitthvað? Verður það tekið til umræðu eða hætti það bara svo fráleitt á upp eða það væri að Þórarinn var orðin eitthvað bilaður? Ég held að væntanlega það myndi einhverju bara skella upp úr, held ég. En sko, svona aðeins til að rífa söguna, við mótmæltum harðlega þegar þáverandi ráðherra var að kom fram með drauginu lokun nýsköpunarmiðstöðvar. Það var ekkert hlustað á það og mér fannst nú engin umræða að fara fram í síðustu ríkisstjórn það mál. Við sem lýstum ótta okkar það að með þessu væri verið bara að setja þessa peninga bara beint inn í fyrirtækin, alveg sem þú ert að segja. Og það yrði allt umhverfi nýsköpunarmiðstöðvar sem að nýsköpunarmiðstöð fannst mér hér bara mjög vel utanum að það myndi hverfa og þetta myndi vera allt á forræði einhverja, eins og þú ert að segja, forræði þá einhverja stærri fyrirtækja og svo framvegis. En í þessu öllu, bæði hvað var það stuðning eins og þennan, þegar hann komin í þennan farveg og líka stuðningin þessar 100 milljarðar sem er búið að dæla inn í atvinnulífið, það er hreint með ólíkindum og er bara óskiljanlegt finnst mér að það hafi ekki verið settar reglur endurgreiðslu þegar að fyrirtækin eru komin á fulla skrið aftur. Við mörgarsæðu fyrirtæki sem hafa fengið og er að fá stuðning. Þetta eru fyrirtæki sem eins og þú segir þeir eru að skila góðum arði, það verður útgreiðsla á arði inn í framtíðinni og þarna fyrir framan hefði átt að setja reglur það þegar að fyrirtækin eru komin á það stig, þá áttu bara að endurgreiða samfélaginu. Endurgreiða okkur skattborgurum sem erum að fjármagna starfið núna. Vissulega þá finnst mér, það er bara ósanngjarnt við tölum ekki aðeins það líka, að með allavega þessum aðgerðum, að þá hefur við okkur tekist líka að halda kannski atvinnustiginu uppi eins og kostur hefur verið. Og gleymum ekki öllu því atvinnuleysi sem hefur verið, sem hefur alltaf bara verið skelfilegt. En það er rekstur á fyrirtækjunum þýðir líka atvinna fyrir fólk og allt það. Og það er náttúrulega spurning hver hefði verið eða hver er besta aðferðin við að hjálpa til hverju sinni. En grundvallaratriðið átti að vera þetta, við ætlum að setja peninga þarna inn að láni. Þegar að greiðslugetan batnar hjá viðkomandi fyrirtækjum, þá eiga þau bara að greiða þetta tilbaka. Áður en okkur fær annað. Mér finnst að það hefði verið bara mjög eðlilegt. Það dæmi þetta bara eftir hrun í Bandaríkjunum, stuðningur Obama við bílaframleiðendur og fleira, það var gert með þessum hætti að almenningur gat fengið tilbaka ef að vel gekk. Akkurat. Og það er heilbrigð skynsemi segir það í samfélagi eins og okkar, en við vitum það að stjórnvöld hafa undanfarið lagt miklu meiri áherslur á og tala fyrir því að styrkja sitt fólk sem við þekkjum, sem hafa setjað bæði í viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins, að styrkja þessa aðila miklu frekar heldur en almenningi í landinu. Við bara sjáum þess merki og það er með ólíkindum til dæmis þetta með, ef við tökum bara eina hlið á velferðarkerfinu okkar sem eru heilbrigðismálin. Það gleymist stundum í umræðinni að þegar við erum að ræða stöðu spítalans og stöðu heilbrigðiskerfisins, að við höfum svo gott viðmið hvar ættum við að vera með það hvar við erum. Ég held að við séum að setja núna jafngildi 9% eða það bil af vergri landsframleiðslu á ári í heilbrigðiskerfið. Svo erum við með okkur við Skandinavíu og hinn norrænu löndin og þau eru að setja þar 12%. Þessi 3% sem vantar þarna á milli til þess að við getum talið sambærileg við þá sem við viljum með okkur við sem best gera. Þetta eru 100 milljarða á hverju ári sem vantar inn í heilbrigðiskerfi hjá okkur ef við ættum að standa jafnfætis því sem er að gerast í Skandinavíu. Það er nú ekki að vona eitthvað að gangi illa. Því ætlumst til þess að vera á sama þjónustustigi og gæðastigi en setjum svona miklu minna inn í kerfið. Þarna ættum við að vera að vinna saman og það hluta því væri það að fyrirtækin greiði tilbaka inn í samfélagi sem þau hafa fengið. Það er eitt mál sem að tengist COVID. Við erum meira búin að vera að tala COVID frá því að við ætlum að tala grunnskólakerfið. Það er bólusetningar barna því að það byrjuðu í þessari viku og það er náttúrulega stór mál. Galli við það er að það er eiginlega ekki hægt að ræða þetta mál því að það skiptist fljótt í svona 2 horn.
þar sem að annar hópurinn öskrar á hinn ætli að drepa börnin, hvort sem það ætlar að bólusetja það ekki. Ég veit ekki hvort að þið viljið eitthvað ræðu bólusetninga barna eða þetta eðli umræðunar. Við erum náttúrulega að lenda í því aftur og aftur að það verður svona klofningur í samfélaginu þar sem að hóparnir skiptast í svona skotgrafir og erfitt að halda upp einhverju samræðu. Að sá sem heldur fram hinnu sjónarmiðinu sakaður að ég veit ekki, það bara vilja drepa börn með einhverjum hætti, annað hvort sem er með því að bólusetja eða bólusetja ekki. Ég var að láta þetta fljóta fram bólusetningarnar. Ég hef það þá reglu heima við mér, sem verið þessu þætti að ef þú vilt ræða COVID þá verður að fara út á svalir, eins og það var reykja, sko, það sum umræða sem eiginlega ekki bóðleg. Og til dæmis hef ég aldrei talað sóttvarnir við Rauða borðið, af því að það bara svo erfitt að eiga við það í þessu formati. Þannig að við erum að velta fyrir okkur hérna á samstöðunni að búa til sérstakt format fyrir umræðu þar sem eru svona afgerandi ólíka skoðanir og fólk að kalla hvort á. Þetta er nú aukaatriði. En það var ein frétt sem að mér fannst vera merkileg í vikunni, til viðbótar, og það er þetta fleiri. Helgi Seljan hættir á RÚV. Mér fannst þetta er frétt sem að kemur með mikinn farangur með sér. Þetta gæti litið út eins og þessi bara maður að skipta starfsvettvang, en það er vitað að til dæmis þeir sem að fóru út til Namibíu og unnu þann þátt Samherja. Helgi er síðastur til þess að hætta af þeim. Það eru 2 aðrir búin að hætta á leiðinni. Helgi var með siðareglum sem að fráfarandi útvarpsstjóri Magnús skrifaði sjálfur án samráðs við starfsfólk sitt, dæmdu fyrir brot á siðareglum Ríkisútvarpsins. Það að standa í eldlínunni í svona baráttu. Það er mjög mikilvægt að blaðamenn og fréttamenn njóti svona óskoraðs stuðnings sína ritstjórnar. En það hefur vantað upp á það á RÚV og einhver leyti er þetta alvarlegt tap fyrir RÚV að missa það. Svo náttúrulega vitum við að Helgi er búin að vera kosinn sjónvarpsmaður ársins mörg ár í röð og það er eiginlega atkvæðagreiðsla almennings, eiginlega einu velunni sem er veitt þarna sem almenningur kýs. Það er atkvæðagreiðsla almennings að við viljum meira af þessu inn í RÚV. Við viljum sterkt aðhald með stjórnvöldum og stórum fyrirtækjum eins og Helgi hefur veitt og er svona persónugerðingu fyrir það. Það er margir sem er unnið að þessu með honum, en við höfum séð það núna þegar hann hefur verið í veikindaleyfi að Kveikur hefur dofnað. Það er bara þannig. Að svona þá þráður sem að hann er að reka inn í fréttastofunni að hann er að slitna með þessu og það er eitthvað sorglegt við það að Ríkisútvarpið sem að fær allan hennar stuðning frá stjórnvöldum til þess að halda út í fjölmiðlun eins og til að þjónustu almenningi, hátíðstugum vill fólk að þetta þjóðarútvarpið, getur ekki haldið í starfi þeim manni sem hefur unnið mest að þeirri fréttamennsku sem almenningur kallar eftir, að það geti ekki haldið honum í starfi. Má ég byrja þér, Ragnar, með þetta? Já, þegar ég sá svona fyrstu fyrirsagnir að Helgi væri búin að segja upp á RÚV að maður fekk svona bara sting í magan vegna þess að við tölum oft að séu 2 þjóðir í þessu landi og hvernig, eins og ég segi, elítan kemst upp með að lifa eftir einhverjum allt öðrum reglum og lögum heldur en aðrir í samfélaginu og þá kannski tengist þetta náttúrulega líka bara þessu samherja máli og öllu því sem hefur verið í kringum það, bæði, þetta tikkar einhvern veginn í held í öll box spillingar sem að hægt að finna, allt frá því að við horfum á bara umhverfis glæpi sem voru framdir innan Eimskipa með förgun skipa, skattaundanskot sem að staðfest og aðferðafræðin rauninni bara henni er lýst í samskiptum stjórnenda, hvernig á að ná launum af sjómönnum, það er launaþjófnaður, peningaþvættir og bara þetta spillingabók sem hægt að merkja við.
Og ef við setjum þetta til dæmis í samhengi við það sem að var að gerast til dæmis í máli í Ítalíu, það sem að nokkri þjóðþekktir menn og áhrifamenn innan viðskiptalífsins voru staðnir að bara átakanleg saga sem að hún lýsir þarna í sumarbústaðaferð og svo fleiri mál því tengdu, að samfélagið einhvern veginn ríkur fram og krefst réttlætis og tekur á ákveðnum málum á meðan einhvern veginn annað fær að fljóta. Og það einmitt svona menn eins og Helgi Seljan og rannsóknarblaðamenn í kringum hann sem að hafa verið einhvern veginn eina raunverulega mótstaðan gagnvart dýpstu spillingunni í samfélaginu og að lesa bara fyrirsögnina var bara mjög sláandi og en að sama skapi var það léttir að vita af honum komin kannski núna inn á stundina á vettvang þar sem að þessari vinnu verður haldið áfram, þessari nauðsynlegu vinnu ef við ætlum okkur einhvern veginn að komast út úr þessu einhvern tímann, ef við ætlum okkur að vinna bug af svona þessari dýpstu spillingun í íslensku samfélagi, ef við eiga breyki í þetta þá þarf að halda þessu áfram og það er alltaf óbærslega dapurlegt að RÚV skuli vera búið að missa svona mikið að lykil fólki. Þetta minnir svolítið svona þegar Jóhannes Kristjánsson og félagar voru reknir frá 365 á sínum tíma að einhvern veginn en hafa fundið sér einhvern farveg en ég verulegar áhyggjur af þessu og mér finnst þetta var mjög sjokkerandi. Það náttúrulega munur á því með allri virðingu fyrir stundinni sem frábærblað að það svolítið munur á svona plattforminu og gjallarhorninu sem þú hefur að vera með þætti inn á Ríkisútvarpinu eða skrifa í stundina. Gjallarhorn stundarinnar miklu minna heldur en Ríkisútvarpsins, þannig að þó svo að Helgi geti haldið áfram sinni vinnu að þá svona staðan miklu veikari inn á stundinni sko. En þú nefndir þarna annað mál og Ari Edvaldina var rekinn í vikunni, snemma í vikunni. En ef við berum það saman við Samherjamálið að þá búið að endurráða Þorsteinn Má. Samherji hefur aldrei skilað meiri hagnaði. Hann hefur aldrei haft meiri ítök í íslensku samfélagi heldur en einmitt núna en þeir fréttamennirnir 3 sem að héldu utan þáttinn á Kveik, þeir eru allir hættir frá RÚV. Það eitthvað bogið við þetta. Þetta bara hrikalegt að horfa upp á þetta og síðan kemur ársreikningur Samherja undirritað með fyrirvara vegna mögulega sekta og uppgjörs á sektum í Namibíu og það eru svo sem engin fyrirvara settir möguleg skattaundanskot eða neina fyrirvara snúa að glæpum þeirra gegn íslensku samfélagi. Og horfa síðan upp á eins og segi einu aðalina sem að hafa haldið upp í raunverulegu flett ofan af hegðun útgerðarfyrirtækjanna og hvernig þau ganga fram og í sjálfu sér græðgi þeirra, stjórnlausa græðgi gagnvart íslensku samfélagi og almenningi í landinu í skjóli þess að fá að nýta þjóðarauðlindina og ég veit svo sem ekki hvert þetta leiðir okkur en maður hefur auðvitað verulegar áhyggjur af því að við séum að tapa þessu stríði við útgerðar elítuna og þetta gríðarlega fjármagn og vald þeirra yfir íslensku samfélagi og ekki bara samfélagi, heldur líka bara stjórnmálunum. Munum við komast út úr þessu? Maður spyr sig, munum við ná að brjótast út úr þessu frá þessu ægivaldi og breyta þessu og það mistókst í síðustu alþingiskosningum en ég veit það ekki hvað ég veit ekki hversu mikið umburðarlyndi þjóðarinnar verður. Munum við tapa þessu stríði eða munum við ná að sporna við þessu og þetta var mikill skellur. Þetta eins og að tapa stórleik fyrir landsliðið eða eitthvað slíkt
Myndi þjóðin hafa ómikla svona meðvirkni með valdinu og auðnum? Auðvitað. Það bara blasir við. Það blasir við í niðurstöðum síðustu alþingiskosninga. Það er rauninni niðurstaðan og bara það, og ef við tölum tvær þjóðir í þessu landi, að á meðan fólk að takast á við þetta óbúslega óvissu ástandi í kringum heimsfaraldurinn, að þá ertu með fjármálakerfið og fyrirtækin sem að græða á tá og fingri. Ég minntist áðan að einn stærsta aðgerðin fyrir fólkið í landinu var að taka út séreignarsparnaði sem til þess að standa undir sinni kreppu, að ríkisstjórnin eða ríkið fekk það bil, ég ætla að segja ekki, kringum 12 milljarðar sem að komu í tekjuskatt á þessari úttekt. Þannig að og það ekki gerð ein krafa, minnsta krafa á atvinnulífið eða fyrirtæki sem ganga vel og hafa fengið ríkulegan stuðning frá skattgreiðendum, og við munum sannarlega fá þann reikning í bakið á einhverjum árum, að það ekki gerð nein krafa í sjálfu sér á það að hvorki að breyta eigendastefnu ríkisins í gegnum bankasýsluna í bönkunum, að trappa niður arðsemiskröfur rétt á meðan við erum að fara í gegnum þessa óvissu tíma, að beina því til fyrirtækja að leggja hóflega á vöru og þjónustu, jafnvel svona kannski að við rekum okkur nær núllinu frekar en hitt með að við erum að vinna í þessu saman, en við erum ekkert að vinna í þessu saman, og það alveg sama hvort það sé útgerða fyrirtækin, fjármálakerfið, að eftir sem að kafa dýpra í tölurnar og ýmsa þætti þess, að þá einhvern veginn, ég veit ekki, maður finnur svona fyrir ákveðinu uppgjöf, þó hún sé náttúrulega ekki valkostur, en við þurfum að fara til þess verkalýðshreyfingin. Ég held að við séum bara reyni eina von, allavega þjóðarinnar næstu 3-4 árin, að við þurfum heldur betur að bretta upp ermirnar og láta til okkar taka í því að einhvern veginn að snúa við þessum leik. Hjördís, ert þú sammála þessu að það sé svona, hvað að segja, svona ögur stund, að sé mikilvægt að verkalýðshreyfingin svona bregðist við þessari stöðu sem að Ragnar er að lýsa og mæti af krafti til kjarasamninga? Já, kannski ef við byrjum aðeins á brottför Helga. Ég svolítið upplifa það eins og það sem verið að skjóta sendibúðan sem að flytja fréttirnar og þá félaga hans sem að hafa verið að grafa ofan í svona ýmis konar spillingamál og sem að hafa viðgengist hér í okkar samfélagi, og er þetta ekki hluti af þessari þöggun sem er í gangi í samfélaginu, að það er bara, má ekki tala um hlutina og fyrirtækin og stórfyrirtækin að þau bara virðast einhvern veginn ósnertanlega í samfélaginu, og það er auðvitað ekki þannig sem við viljum hafa það, og hvort að það er hlutverk verkalýðshreyfingarinnar einnar að breyta því að það verður auðvitað bara aðrar að svara því, en ég held að það sé nokkuð ljóst að við erum að tala um Samherja, að það er nú verið að sækja mál á hendur þeim fyrir út í Namibíu og víðar, en það er ekkert gert hér á Íslandi. Við bara sitjum hjá og bíðum eftir að öldurnar lægi og þannig viljum við ekki hafa það. En hverjir eru það sem eiga að taka á þessu máli, eða verkalýðshreyfingin, eða eru það einhverjir aðrir, og ef það er okkar hlutverk, að þá, ég meina þá verðum við væntanlega að taka við þeim bolta. En þetta ég að spyrja núna, að því í allri baráttu, að þá verður fólk að hafa svona hugmyndum hver andstæðingurinn. Eru stórfyrirtækin og auðugasta fjármagnseigendurnir, eru þeir andstæðingar verkalýðshreyfingarinnar? Hjördís, myndir orða það þannig? Því að í gegnum nýfrjálshyggjuna það var svona svolítið hugmyndum að við værum öll sama báti, ættum að vinna að þessu, og það veri lausnin fyrir verkalýðshreyfinguna að ná betri kjöru fyrir félagsfólk sitt að vinna með stórfyrirtækjunum að einhverju lausnum. Það er svona andi sem var í kringu þjóðarsáttasamningana. Þyrfti að brýna inn í hreyfinguna á því að hreyfingin eigi sér andstæðinga?
Já, við gerum okkur held ég alveg grein fyrir því að við eigum þá og hvaða leið er best að ná árangri, það verður þetta kannski bara að meta það alltaf hverju sinni. Ég held að sé engin ein uppskrift af því. Ég hef alltaf litið á það sem sameiginlega hagsmuni að verkalýðshreyfingarinnar og fyrirtækjanna að launafólk sé ánægt með sín kjör og sína starfsaðstæður. Og það hlýtur að vera sameiginleg markmið beggja en bara stundum ég upplifið að það sé bara stundum þannig. Þá er ég að tala um fyrirtækin. Ég ætla ekki að gefa Kristjáni og Þórarni færi á því að segja að þeir vilji hafa Helga Seljan í vinnu hjá Ríkisútvarpinu, ég er bara reikna með því að svo sé. En ég ætla að spyrja þig, Hjördís, að því þú ert nú út á landi eins og sagt er. Verbúðin, hún er sýnd í Ríkissjónvarpinu og það stendur Ríkissjónvarpið sér vel, hefur bara æst upp alla þjóðina til þess að taka þátt. Það er eiginlega skemmtilegra að fara á Facebook eftir þættina heldur en að horfa á það, sem eru frábæri þættir, en það er bara ævintýrlegt að fylgjast með því hvað fólk tekur þessu eins og sem verið að fjalla um sig og sitt samfélag og hvað þessum þáttum er tekið einhvern veginn eins og það séu svona alvara. Það er engin áhuga síðan þegar ég vissi að tala um alla þessa sakamálaþætti sem hafa verið í gangi eða eitthvað svoleiðis. En verbúðin er einhvern veginn bara okkar þáttur og virðist alltaf stefni að verða bara eins og Matador var í Danmörk á sín tíma. Myndin sem þarna er gefin, að þetta er veröldin sem að Þórarinn Eyfjörð sagði upphæði þáttarins að vægilega fæðst inn í þegar hann var í Keflavík, að verbúðin svona var að draga upp mynd sem hann kannaðist mjög vel við. Er þetta svona raunsönn mynd, nú er ég ekki að segja hvort það sé svona sagnfræðilega allt saman rétt, en er svona inntakið í þessu, svona stemmingin á þessum árum, og bæði í samfélaginu og svo sérstaklega kannski út í sjávarbyggðunum. Kannastu við þetta? Já, ég kannast alveg við þetta saman, ég bjó á verbúð í mörg ár og þannig ég kannast alveg við margt af því sem þetta kemur fram og þetta er svona svolítið flashback og tengi við margt af þessu. Ég get nefnt til dæmis þessa endalausu vinnu. Auðvitað voru þeir sem voru í þessu umhverfi, þeir voru komnir til að vinna og síðan til dæmis atriðið með sturtuna. Ég meina, ég tengdi mjög vel við það, ekki það að það hefði verið þannig að ég hef upplifað að fá straum í sturtunni, en þú veist, það var ein sturta kannski. Varstu í Grænuhöllinni á Höfn í Hornafirði? Já, ég var fyrsta ári mitt í Grænuhöllinni og þar var ein sturta fyrir eitthvað rúmlega 20 manns og þar inni var ýmislegt annað, þvottavél og þurrkaðstaða og alls konar drasl, skiluru. Einn heitakútur, þannig að það voru ekkit, aðstæðurnar voru ekkit góðar þannig en ég hef samt líka verið að hugsa um maður er út að rifja þetta upp þegar maður horfir á þetta, þessar aðstæður sem voru, að þetta er ekki bara eitthvað sem var einu sinni. Ef við horfum á stöðun í dag hjá erlendu verkafólki sem starfar á Íslandi, að það er núna í gangi herferð til þess að skoða þessa svokölluðu óleyfisbústaði sem er til dæmis í Reykjavík í stórum stíl og þannig við getum alveg litið okkur nær varðandi aðbúnaðarmál fólks. Svo ég nefni það nú aðeins. Ég var á mínum yngri árum að þá var ég í verbúð meðal annars á Höfn í Hornafirði og talandi um vinnu að þá byrjum við alltaf ég var að vinna í frystihúsum þá, byrjum klukkan 8 og unnu til 12 á miðnætti. Alla daga vikunar og ég hef verið að hugsa á mínum efri árum hvernig náðum við öllum þessum fylliríum og sveitaböllum inn á milli því það var að undantekningarlaust að byrja klukkan 8 og unni til 12 þannig að einhvern veginn ég skil ekki hvernig þetta var gert en síðan dró úr þessu ég ætla að koma þessu svo að segja síðan dró aðeins úr þessu en síðan þegar ég var að ferðast aðeins landið að ræða við leigjendur hér og þar fyrir einhverjum árum síðan að þá áttaði með þessu einmitt á því að verbúðalífið er komið aftur og í formið þess að það koma tímabundið erlent verkafólk og er raunverulega farið að lifa sambærilegu lífi og við lifum og ég ræddi við mann sem rak frystihús og ég var að spyrja hann út í þetta og hann sagði, þá hafði krónan hækkaði verði og hann sagði að þegar það gerðist að þá hafi þeir þurft að lækka laun
og þá svissuðu bara yfir í gamla fyrirkomulagi að vera með sko, farandverkafólk sem að setti við það og sagði upp fólkinu sem bjó í þorpinu sem að hafði allt öðruvísi sko, þarfir, var með fjölskyldu og fleira sem að þurfti að sjá að það var verið bara kerfisbundið, verið að svissa frá launakjörum sem að stóðu undir sæmilegu lífi í þorpinu og yfir í það sem að sko, verbúðarfólk gat sett sig við. Þetta var bara sláandi að hlusta á þetta, hvað þetta var gert sko bara með opnum augum, að raunverulega að færa fiskvinnsluna út úr því að geta staðið undir mannsæmandi lífi yfir í eitthvað svona barbari. Kannast þú þetta, Hjördís? Nei, ekki kannski frá þessum árum, en þetta getur það vel verið þó að ég þekki það ekki og þeir sem að voru að koma á þessar vertíðir og vinna, þeir voru yfirleitt sko viðbót við þá sem að voru á svæðunum sem að vegna þess að vantaði þetta bara fólk til að halda vinnslunni gangandi og þess vegna kom fólk að. Þannig að ég held að það hafi verið fyrst og fremst þannig. Ég kannast hins vegar við að það var fyrirtæki hér sem að borgaði meira til heimamanna í formi heimabónus heldur en þeirra sem að þeir þurftu að sjá fyrir húsnæði. Má það? Já, ég kannast alveg svoleiðis líka. En má það að borga herra fyrir þá sem að... Já, ég meina þeir borguðu bara einhvers konar heimabónus af því að það var fólk sem ekki var í húsnæði hjá þeim. Herðu, við erum að klára tíman en Þórarinn því að við vorum að tala verbúð og þú nefndir hana í upphafi. Þú kannast við hann heim sem að þarna að lifa, þú varst nú að vísa það hefði verið svona óheflaðra mannlíf. Ég man þegar ég var á Súgandafirði þá voru verbúðirnar kölluð Kongó og Kúba sem að bendi nú til þess hvaða stemming var á þessu. Þetta var eftir því hvaða sko, stríð voru í gangi og deilur í gangi í heiminum. Kongó var tekið í gegni þegar Kongó-stríðið var og Kúba þegar Kúbutilan var. Er þetta raunsönn mynd af samfélaginu eins og það var og kannski aukaspurning, höfum við eitthvað breyst? Sko, frá þessum tíma, þetta er eitt það sem sést þarna í verbúðinni, þetta er ein birtingamynd sem var á þessu ástandi. Oft bara í kringum sjómennskuna þá til að mynda þegar ég var, ætli ég ekki verið svona 13-14 ára, þá var ég á humarbát í eina vertíð í sumar og það voru fullt af einhverjum eldri köllum, skipstjórinn var hundgamall, ég held að hann hafi verið 24 ára. Þetta var sko safn af ungu fólki sem var svo mikið í fiskvinnslunni og sko mjög lífsþyrstu fólki sem vildi djamma saman, hafa gaman, vann mikið, vann sig pening og eyddi þeim í skemmtanir. Þetta er svona einn hluti. Svo auðvitað var líka þarna sko alvöru fyrirtækjarekstur og sem gekk vel og svo framvegis á þessum árum. En þetta er alveg klárlega ein birtingamynd af sem er svolítið raunsönn af þessu hráa mannlífi. Og ég er ekkit viss það á svona örfáum árum að svona þessi hráleiki hafi eitthvað breyst í eitthvað siðlegri, sko, og það er svona siðlegri afl í samfélaginu. Ég held að við sjáum það bara á því sem hefur verið að gerast undanfarið. Að það er fólk til sem sko lítur á það þó að það sé kannski á öðru sviði, en sem lítur á bara samfélagið sem að ég á þetta og ég má þetta. Sem koma fram bæði við þjóðuna og einstaklinga af alveg einstakri frekju og villimessku. Og við sjáum þetta bara núna. Og það sem maður setur það í samhengi, það er ofsalega dapurlegt en það líka segir ákveðna sögu. Að fólk sem hefur verið í áhrifastöðum í samfélaginu haga sér með þeim hætti sem það gerir. Og þetta er líka fólk sem við höfum staðið frammi fyrir í kjarasamningum. Þetta er fólk sem hefur verið að leiða atvinnulífið hérna. Og þessi staða, að hún skulle koma upp og við skulum sjá þarna inn í þennan heim, er ágætt. Ég er að segja að þetta sem er gerst hörmung, en að sjá inn í stöðuna, hvað er að gerast í þangagangi þessa fólks. Að það er bara mjög fróðlegt að sjá það fyrir okkur og það er gott að almenningur sér upplýstu líka það, hvað er þarna hinum við girðinguna sem almenningur hefur ekki aðgangað. Og það er þessi frekja að ég get gert það sem mér sýnist og ég ætla að gera það. Og ég held að við séum búin að ala upp þessa frekju
bara með mjög ákveðnum hætti alveg frá því að Íslendingar fóru komið svona út úr fátækasta tímabilinu sínu og þegar herinn kom með allt það fjármagn í heimsstyrjöldinni síðari söður frá og þjóðin varð rík að þá myndast sko stéttauðmanna sem hann fyrst og fremst tengdist kannski stjórnmálaflokkurinn í gamla daga, hefur síðan komið sér upp alls konar afleggjurum og það eru hópar þarna úti sem við sáum líka á árunum fyrir hrun sem finnst þeir eiga allt og mega allt. Það vantar samstöðuna. Það vantar þetta að við ætlum að byggja samfélag og við gerum það ekki nema við gerum það saman og þetta eiga stjórnmál að snúast Stjórnmál snúast í grunninn ekki neitt annað, við snúst ekki neitt annað heldur en bara það hvernig við deilum út sameiginlegum gæðum. Og nú eru stjórnvöld að deila út sameiginlegum gæðum þannig að sumir fá mikið og aðrir fá lítið og einstakir hópar eiginlega ekki neitt. Það áhersla sem stjórnvöld hafa haft á undanfarnum áratugum. Þegar þú talar um samstöðu, þeirra annarra en frekjutallana. Þú ert ekki að tala um samstöðu með þeim. Nei, ég raunverulega að segja sko, við þurfum líka samstöðu gegn frekjutallunum. Já, við þurfum bara samstöðu sem eitt samfélag sem að setur girðingar fyrir það að fólk geti vaðið svona yfir samfélagið. Látum þetta vera loka orðin í samtölu okkar. Ég þakka ekki kærlega fyrir að koma hingað í fyrsta þáttinn af vinnuskúrnum. Við ætlum að halda þessum þáttum áfram á laugardögum. Næsta laugardag af því að Ögmundur Jónasson var að gefa út bók og hann var náttúrulega formaður BSRB held ég í 30 ár, eða 20 ár eða 30 ár. 21 ár kannski. Sá kafli í bókinni, við ætlum að ræða hann aðeins verkalýðsforingjan Ögmund Jónasson. Þannig hann kemur í spjalltíminn klukkan 10 þá og eftir koma síðan góði gestir meðal annars Drífa forseti Alþýðusambandsins og Sonja formaður BSRB. Á samstöðunni næsta á dagskrá masterclass í aktivisma sem byrjar klukkan 2 í dag. Það Hörður Torfason sem mun halda fyrirlestur, lýsa sinni baráttu, hvaða afleiðingar hún hafði á hann sjálfan og hvaða árangur það hefur haft í samfélaginu. Það löng baráttusaga, það klukkan 2. Á morgun byrja nýr þáttur, það menningarsmygl. Þá tekur umsjónarmaður menningarsmygls Ásgeir tekur á móti gestum. Það verða Benedikt Erlingsson, Heiða í Unun og Gunnar Hrafn Jónsson, fréttamaður, sem ætla að ræða jólamynd Netflix, Don't Look Up. Á mánudaginn verður svo rauðaborðið, þá verð ég með rauðaborðið, þá ætlum við að ræða stefnu ríkisstjórnarinnar eins og birtist í fjármálaáætlun og stefnuyfirlýsingu við það sem ég hef kallað þjóðhagsráð rauðaborðsins. Það Ásgeir Brynjar Torfason, Ólafur Margeirsson og Kristúr Frostadóttir líklega, en síðan koma líka hagfræðingarnir frá BSRB og Alþýðusambandinu, þannig að það eiginlega eins og svolítið framhald af vinnuskútum. Svona heldur samstöðin áfram að byggja upp. Ég hvet ykkur til þess að íhuga hvort að þið viljið styðja samstöðuna. Það gert með því að ganga í Alþýðufélagið sem fjárhagslegu bakhjarl samstöðunar. Það gert með því að fara á samstöðun.is og þið finnið leið til þess. En ég þakka gestum mínum, Hjördísi, Ragnari, Kristjáni og Þórarni kærlega fyrir og ykkur sem hafa staldrað við í vinnuskútnum til þess að hlusta á þetta samtal. Takk fyrir í dag.